Já, velkomin að Rauðaborðinu klukkan 4 á föstudegi. Þá höfum við þessum köllu vikuskamt og fyrir þá við fréttir vikunar og fáum til þess aðstoð frá góðu fólki. Og þannig er það núna. Hrönn Sveinsdóttir bíóstjóri. Takk. Og Hlédís Maren Guðmundsdóttir, varaborgarfulltrúi, það ekki? Jú, Já. það passar. Salvör Gullbrá Þorvaldsdóttir, sviðslistakona. Gullur Salka. Og Guðmundur Ingi Þorvaldsson, leikari. Verið velkomin. Takk fyrir. Þannig að þegar þið farið svona meðal fólks, vilja allir tala við ykkur Evrópusambandið? Já, mér finnst það. Já, bara Við svona. góðu. Já, svona, ég, það ekki sem ræðist á mann eða neitt svoleiðis að fyrra bragði, en maður, Ykkur bæklinga, ég sá að ykkur kona hafa verið að byrja bæklinga, hún átti fótusinu 4 á neina. Það er slæma mótugur. já, mér finnst alltaf, sko, gáfnastig þjóðarinnar lækka nokkur desibil þegar það eru svona kosningar, hvort sem það eru flugvöllin eða þetta, sko, þetta verður alltaf svona með og á móti og þú tala hvort með okkur eða mót okkur og fólk verður svo heitt út af engu, þannig, þú veist, þá er alveg hægt að ræða þetta í róleitunum. Það er svo eitt fallegt við að sko þeir sem eru alveg illt á mörkunum, Já, það er eins og þau telji sig geta snúið hinnum sem eru alveg hinum einn. Og bara þeir þurfi bara aðeins að tala herra og segja aðeins meira, að þá kannski geta það fengið eitthvað meira til þess að segja já. já, en mér þarf það gaman að rökræða, þú veist. Þetta er nú fæst að þessari rökræður. Já, en ég meina, þetta var kallað þvarga, ég minni hérna sveit, sko, og menn voru afbrast þvargarar, fólk sem lét sig aldrei, sko, þú veist, og var til í þetta alltaf, sko. Þannig erum við best Íslendingar. Já. En hvernig finnst ykkur það? Talar fólki í bíó ESB? Ertu með ESB myndir? Já, sko Evrópsku. Bíóparadís væri ekki til ef það væri ekki fyrir fyrir Eurovision. stuðning frá Evrópusambandinu og mikið af íslenskri kvikmyndagerð. Já, bara íslensk kvikmyndagerð væri ekki til án stuðnings frá media áætlun Evrópusambandsins, Júrimas Það er eitt og... af því sem EES-samningur hefur fært okkur. Það er bíóparadís. Já, og íslensk kvikmyndagerð og mjög mikið í menningu og mjög mikið bara, já, yfir... En við notum aðal penningan okkar í að styrkja bandarísk framleiðslufyrirtæki með endurgreiðslu. Já, svo er það. sem er miklu stærra. Svo kemur það inn, Þau sko. styrkja okkur líka og þetta er góð landkynning, hefur verið margt spennandi byggst upp. Algjörlega. Já, við- Ekki spurning, sko. Tímar. Við erum mjög hrifin af endurgreiðslunni við kvikmyndagerða fólk en það er svona, já, ekki þegar það er á kostnað okkar, því að þetta er 2 kerfi, það er endurgreiðslan eins og og það er bara endurgreiðsla á pening sem hefur sannarlega verið eitt í kvikmyndaframleiðslu og svo eru það kvikmyndasjóður sem eru styrkir til frumsköpunar í íslensku kvikmyndagerð. Ég segði mér eitt, því ég verið að hlusta á þetta slum. Já, Af hverju viltu endur að kalla þetta endurgreiðslu? Ef ég verið kvikmyndaframleiðandi og ég ræð þig sem á klapptrénu og þá fæ ég endurgreið 35% á laununum sem ég lagði til þín. En það er ekki eins og þú sett endurgreiðið mér, það er bara ríki styrkið mig til þess að ráða þig. já, í rauninni er það sko... Mér finnst það svolítið svona, þið mun aldrei geta niðurgreiðsla á selt þetta sem fjárfestingunni. endurgreiðslu. Já, þú veist, en svona... Það væri séns þegar þetta var bara vaskurinn. Já, Þetta en þetta orðið er miklu herra meira, en það, miklu þetta er 35% fyrir stærstu verkefnin, en málið er, sko þetta er gert víða heim og þetta er gert í öðrum geirum líka, þetta er gert í nýsköpun. Það er er byrjað gert í blaðinu, sko. Já, og þetta er, en það er hægt að þvarga þetta alveg endalaust, því að það eru mjög mismunandi skoðanir á því hvort að þetta sé í rauninni skili ríkinu á endanum einhverju, en það sem við höfum séð samt að þetta heldur, þetta hefur búið til alveg ótalstörf og sérstaklega út á landi, þetta hefur blásið ákveðnu súrefni inn í iðnað, þetta er mikil landkynning og svo framvegis. Viljið koma til heljar eftir að hafa séð Otisif? Veistu Og það, Svarta ég get Sanda. svo svarið það, Aha. já, ég hef stundum verið að keyra túrista, svona á þeir milli, vilja komast til á milli verkefna. Til heljar. Þeim finnst þetta stórkostlega merkilegt og mér finnst bara besta, þú veist, dæmið er flugvélaflagginir á Sólheimasandi sem er bara ekki neitt, þetta er bara, það gerðist ekkert, hann bara hrapaði þarna 60 eitthvað, hann dó ekki, það gerist ekkert merkilegt, það þótt ekki sko bara taka því að bjarga flaginu. Ég bjó niður í þú bæ veist, á já, og þá áttum við kísur.
Já. Og greið túristarnir voru alltaf að mynda kísurnar. Þetta er svona litlar og hvítar og svona svolítið skrýtnar. En ég hugsaði, vá, hvað lítið að vera í Reykjavík? Þeir eru að mynda kísur. Nei, það er bara, ég held að við bara skiljum ekki, ég held að við sem alvegnstir förum til útlanda. Þið veitir, þegar við förum og erum að horfa eitthvað og heimafólki er bara, tjúvöld, þetta liði skrítið. Þú veist, þetta liði í Tíbet sem ekki að hlæja þessum. Við myndum kísur í Fes, en það er að það er svo óbúslega mikið af þeim. Það er bara eins og fleiri kísur heldur en íbúar. Já, menna, þú veist, manni finnst eitthvað áhugavert sem þú ert ekki vanur. En bara máttur kvikmyndagerðar kannski bara sést best núna á Háafossi sem að bara var í síðasta þættinum á Stranger Things og það er bara allt vitlaust. Það þurfti bara að gera veg og fara bara í það að búa til infrastruktúr af því að fólk var að drepa sig. Það þurfti að sjá hana foss. En fólk var að drepa sig, ég bara skjóta því máli hérna inn. Það var maður sem dó í Stuðlagili. Já, mitt. Og ég heyrði eina frétt þar sem að við varum með svona tón. Það var að landeigendur hefði fengið 140 milljón króna styrk til þess að gera öruggt að koma það. Og þeir rukkuðu hátt verð fyrir bílastæðið. En samt væri eiginlega samt er ekki búið að gera þessar. Það hljómaði, ég beðið eftir framhaldafréttinni en hún kom ekki. Það hljómaði eins og það væri búið að finna sökutólk. Já, það þarf alltaf að finna sökutólk. Mér veist þetta fallegast af Ísland og heldur með því að aftur, ég hef aðeins verið að aga túristum og þegar Amerikanandi koma hérna, þeir skilja ekki að þeir þurfa ekki að skrifa undir 18 plögg til þess að gera eitthvað. Farir yfir rafting eða jöklagöngu eða hvaða nú er. Það er til að fría því málsókn. Já, en í Ameríku er þannig kerfi. Hjá okkur er ekki þannig kerfi. Það er bara þú ert að finna eigin ábyrgð. Já. Foreldrar mannsins sem dó í flugslysinu og Þingvallavatni eru í máli. Já, ég veit það. Þetta er alls konar. En mér er bara svo mikilvægt að við getum bara að ferðast þetta land frjáls og þetta verði ekki svona lögfræðingaríki eins og í Bandaríkjunum. Og það mun alltaf einhver slasa sig. Og auðvitað er þetta ofsalega sorglegt og mér finnst þetta mjög leitt. En maður sér eins og núna, ég var á Gullfossum daginn með ferðamenn, það fullt af ferðamenn fara hínum einn, skiljið, sem er stór hættulegt. Það eru bara moldarstígar og engin handrið og ekki neitt. Fullt af fólki einhvern veginn búið að koma sér þangað. Þetta er bara eðli mannsins. Já, og ef við ætlum að fara að vera með malbikaða göngustíga allstaðar, sem eru allstaða hjólastólafæri og enginn getur nokkuð tíma. Hvernig er þetta á Dettifoss? Landsínu kom á Dettifoss? Bara alveg sama. En mér finnst að þegar maður stendur við Dettifoss og þá kemur eitthvað stöktu röddin í hausnum á manni. Það ekki? Er hann ekki? Hildur þú ekki? Dettu. Já, hann er eitthvað neina vill fá mann. Kannski vill að bara fá þig. Já, þetta er eitthvað mannlegt. Þetta er eitthvað svona dauðakvöt Freud. Það er alveg, maður verður alveg rugglaður maður horfir inn í Fossin. Já, auðvitað. Þetta er hlutaði að takast á við náttúruna. Það er að hún er hættuleg. En Hrönn, þú varst að segja það að það verður ekki til nema fyrir Evrópussambandið. Ekki kvikmyndagerð. Nei, já, það er rétt, en mér finnst eins og þetta er orðið núna, þá er þetta er bara fyrst og fremst menningarstríð og þeir sem ætla að segja nei er að gera það ekki af því að þeir bara, þeir hafa svo mikla andúð á Evrópusambandinu að það er ekkert sem að myndi standa í samning sem myndi breyta neinu það. En það er svo rosa tvískinningur af því að svo elskar EES-samningin á sama tíma. Sumir, ekki allir. Já, hann hefur verið mikið talaður. Mér heyrist að þeir sem gera það ekki, þeim er bannað að tala um það í aðdraganda kosningana. Já, sem ok, ég hef heyrt mjög marga neysinn að tala fallega núna um EES. Já, um Ísland, ég hef bara aldrei heyrt vel talað um Ísland. Já. Frábært samfélag sem við búum í. Maturinn er ódýr. Já, og það er svo gott að þið er alltaf öðrísi í öðrum kosningum. Þannig að þetta er smá og skemmtilegt. Og verkalýðsleiðtogar eru núna bara að tala um hvað engin stéttaskipting. Það sé engin stétta og bara láglauna fólk hafi það bara almennt mjög gott. Og mér fannst að ég reyndar gat ekki horft á Kappræðarnir í gær því ég var á frumsýningu Tímann og vatnið eftir Andra Snæ. Æðisleg mynd og við þurfum að tala um hana. En ég var að reyna að horfa, ég horfði á helmingin og mér fannst þetta alveg geggjað, sko. Þú veist, þú getur farið inn í tölvun og horta á þetta bara gamalt. Þú þarft ekki að vera í línur í það, sko. Ég var að horfa á þetta í morgun, en ég náði ekki að klára. En það sem ég finnst svo áhugavert við þetta, því að þú sagðir hérna einhvern tímann við þetta borð að rökin hjá já og nei-sinnum væru eiginlega hinn sömu en niðurstaðan það var því að ég var að tala við nokkra. Já. Það voru þeirra bara að lýsa heiminum eins og hann er. Já. Og svo stundu kom þess vegna verður að fara í Evrópusambandið, þess vegna verður ekki að fara í Evrópusambandið. Mér finnst það svo áhugavert að því að þú veist,
eins og bara heimurinn að þróast, hann að þróast svo svakalega hratt. Lásuðu þarna bókina Homo sapiens á sín tíma. Já. Munið eftir þessu, það talað tæknibreytingar og einhver hefði getað sofnað í Evrópu á 10. öld og vaknað á 15. öld, 500 árum síðar og bara þekkt heiminn. Nei, það hafði ekkert mikið breyst. En svo ef þú tekur þetta frá 16. öld og fram á okkar daga, viðkomandi myndi ekki þekkja heiminn, og bara meira sig að reyna að útskýra fyrir mannsku sem að kannski hefði legið dái síðan fyrir 100 árum og vakna núna að útskýra hlutina, hvernig þeir eru, og meira sig bara síðan við lásum þessa bók, bara síðan hún kom út, það 5 ár síðan. Og ég meina, pabbi minn dó fyrir 5 árum og alltaf þegar ég nota gervigreindina þá byrja ég að hugsa til hans og hugsa, Guð minn góður, ég veit ekki eins og hvað ég ætti að byrja að útskýra þetta fyrir honum, hvað að gerast með þessa gervigreind og hvað að gerast og Þeir eru með gervigreindan uppi, þetta Guðs, þeir eru með gervigreindan uppi, þetta Guðs. Ef þú trúir því, já, það gott. Mér finnst þetta allt saman góð rök fyrir því að ganga með dekkin í Evrópusambandið, þessi breytileiki, að við höfum viðbragðshæfnina, getuna til þess að bregðast í breyttu ástandi. Það nefnilega málið, samfara þessu eru til dæmis loftslagsbreytingarnar að á gífurlegri ferð, þær eru að gerast hraðar en nokkuð óræði fyrir. Gervigreindin í höndum örfárra einstaklinga, enga fyrirtækja sem stýra þeirri vegferð. Við erum öllum borðið í þessari lest en það veit enginn hvert hún að fara. Og Evrópusambandið alltaf bara mjög neðarlega í þeirri þróun og mjög aftarlega í allri tækniþróun og það líka eitthvað til að velta fyrir sér. Evrópusambandið eina ríkjasambandið sem hefur sett þeim smá stólinn fyrir dyrnar. Þeir hafa staðið vörð persónuvernd og þeir hafa ekki gefið þeim bara frítt spil. Í Bandaríkinu sitja þessi menn við sama borð og forseta. Allir sem að búa til gervigreind að segja við verðum að hægja á þessu, Svo erum að stuttu setna að Evrópa sé eiginlega Af hverju það slæmt að Evrópusambandið setji þeim skorður? Ég ekki leggja mér orðið í munn, ég sagði það aldrei, en og þú veist að Evrópusambandinu sé eitthvað kært persónuvernd, ég menna það var nú bara verið að samþykkja mjög umdeild lög í Evrópusambandinu núna sem að ganga bara mjög langt gegn persónuvernd. Chat-control, það var ekki samþykkt, en það var viðleitni til að hafa upp á barnaklámi. Já. Það var ekki samþykkt út af persónuverndarsjónarmiðum, en það sem Evrópusambandið hefur gert að standa upp í hárinu á þessum fyrirtækjum og þess vegna leggja þeir fæð á Evrópusambandið. Þeir eru ekki sáttir við að einhver reyni að setja þeim stólinn fyrir dyrnar. Svo það sem að gerist í Evrópu að þeir eru setja hömlur á alla nýsköpun. Þannig að þú veist, eitthvað svona sem að við erum að reyna að eins og stoppa barnaklám og stoppa gervigreind, það bitnar á svo mörgum öðrum að því að reglugerðarfargan eins og þú. Já, en við þurfum að vera sammála að tækniþróunin, löggjöfin heldur ekki í við og einhvers staðar verður við að vera með eitthvað sem hugsar hag okkar, neytenda, hagur okkar og þessara einkafyrirtækja er ekki sáinn sami. Það er enginn með barnaklámi, eða? Nei, alls ekki. Og ef við ætlum að vera ekki barnaklámi, við sættum okkur við að skemma eitthvað aðeins á leiðinni. Þetta er bara eins og öll löggjöf. Ég held bara þú mátt að berjast við barnaklámi, þú mátt ekki trufla neitt. Ég held að sé bara rosalega naív að láta eins og það sé eini tilgangurinn með þessu. Ég held að Hvað heldur að sé einhverja bakvið sem ætlar að njósna þig? Ég held að við þurfum alveg að hafa bera með okkur þess konar krítiska hugsun að hugsa það er ekkit alltaf bara yfirlýst markmið og mér finnst bara mjög mikilvægt að við höldum þannig á spilunum og við séum gagnrýna á valdið. En það er náttúrulega líka, þú veist, heimurinn sem við lifum í er náttúrulega þannig að þú veist að fólk treystir ekki yfirvöldum og fólk treystir ekki stjórnunum og það er kannski það sem ég er að taka eftir í þessari umræðu er meira það sem ég er svolítið að upplifa er að til dæmis að nei-sinnar eða þú veist að það sé líka snúist traust á að þú veist ríkisstjórnin ætla að gera það sem hún segist ætla að gera og það er alveg sama með þessa löggjöf ég held að traust á lýðræði öllum finnst lýðræði verið jafn mikilvægt en það er aldrei færri sem að hafa trú á lýðræðinu á sama tíma þannig að ég held að þetta snúist líka það og ég get alveg skilið það sem að Hléti sér að segja sem er þú veist að það eru mörg lög eftirlit með almenningi sem eru sett með
yfirlýst markmið sem að síðan þannig er mjög vandmeðfarið en við erum ekki sammála sem að eftir 9/11 það var settu eiginlega njósnum alla borgarana. Akkurat. Já, Kínverjar Mér finnst aðalatriði í þessu verða þetta, mér finnst við vera dett í þessa gildur líka að þú veist, þetta er ekki kosningar um það hvort við ætlum að gangi í ESB sko. Nei, auðvitað Varstu í biðröðinni á kaffibarnum og ætlar ekki inn eða? Þetta er það ekki. Þetta er kosningar um það hvort við ætlum að halda fram aðaldafræðum. Hættum að búa til eitthvað meira úr þessu og hættum að búa til hann úlvalda úr þessu og mér finnst ángríns að við sem að hófum þessa vegferð, þessi kynslóð sem að var með hrunið og allt þetta á okkar herðum, við bara skuldum afkomendum okkar það að klára þetta dæmi. Þú ætlar að segja já. Algjörlega. Ég ætla að segja já, en ég er ekkert viss að ég myndi vilja ganga inn í Evrópusambandið, en klárum þetta svo þetta verði ekki enn eitt svona Reykjavíkurflugvalladæmi sem er fyrir einustu kosningar kemur upp sem eitthvað svona bitbein og svona smjörklípa. Ég heldur endur að það sé rétt þetta. Eina leiðin til þess að stoppa þetta mál er að segja já núna og nei næst. Akkurat, það er það sem ég er að segja. Í 10 ár. Já, algjörlega. Þetta mun ekki þagna hvort sem eru já eða nei núna, það heldur það bara áfram. Já, það er ekkert með þetta vera bara briljant einhver svona markasbrella að láta fólk halda að þetta snúist ekki að ganga inn í Evrópusambandið. Auðvitað gera það. Þú spurðu hvort þú viljir halda áfram aðildarviðræðum Evrópusambandið og þú getur fengið fólk til að trúa því að þetta fjalli ekki aðild að Evrópusambandinu. Þú bara liggur í augum uppi að þetta gerir. Jó, þetta snýst að sjá hvernig svo aðild myndi líti út. Þú voru að klára samninga. En af hverju er það ekki bara takk á heimasíðunni þar sem þú bara prentar út samningi? Hann er á heimasíðunni. Já, af hverju bara er það þá ekki leiðin til inngöngu? Þú bara sækir á heimasíðunni og skrifar undir samning. Ríkisstjórnin hefði bara getið gert það. Já, er það það fara allir í viðræður sko. Já, ef þetta væri svona klift og skorið þá gæti maður bara farið á heimasíðunni eins og þið segja. Það eru aðlöguna viðræðurnar en við erum auðvitað að sækja aðild að Evrópusambandinu. Nei, við erum ekki að því. Við erum að kjósa það á morgun, hvort ægum að halda áfram að ræða þetta. Já, ef við förum þangað, ég er að segja að þetta er ekki bara automatist að fólk gengur inn eða vill, sko, eða þjóðir, en auðvitað snýst þetta það og við værum þá að gangi í Evrópusambandið, ekki Evrópusambandið inn í Ísland. Við vitum þetta alveg. Það segja sumir, aðrir segja það að sé bara góða líkur í að ná einhverju fram í samningunum, sérstaklega miklu meira núna heldur en síðast. Og með svona svolítið skrítið að allir að semja við sjálfan sig hérna. Já. Segja þetta mér. En ég vaknaði Norðmenn í Evrópusambandinu þegar þeir sóttu tvisvar. Vaknaðu þeir bara allt inn í Evrópusambandinu? Nei, og það var ekki punkturum, en ég bara segja, sko, þegar við látum eins og þetta snúist ekki það að gangi í Evrópusambandi, þessar kostningar. Sko, ég er ekki að segja að við vöknum í því bara á næsta mánudag. Það er að breyta stjórnarskrá og allt, þetta er bara svo langur vegur eftir, sko. Og það sem mér finnst kannski bara svona mikilvægasti punkturinn í þessu, og það er eitthvað sem meitlað í okkar stjórnarskrá og margar aðrar, og það er nálægðarreglan, sem að kveður á sko, að valdið eigi að vera sem nálægast fólkinu. Og ég sé lýðræðishalla koma upp. Fólk talar það að sé algjör þvæla að Evrópu aðildarríkin sé ekki fullvalda og sjálfstæð. Ég meina hver sá sem að hefur staðið í, þú veist, að skipta búi í skilnaði átt að segja á því að sko, þú veist, þegar þú gengur inn í svona samning þá ertu náttúrulega ekki bara fullkomlega sjálfstæður og fullvalda. Veist, það er ýmislegt sem fórnað með aðild. Ég er alveg sammála því. Og það er lýðræðishalli og þetta er ekki eins langt frá því að vera fullkomið eins og öll mannanna verk og allar pólitískar stofnanir, Alþingi þar með talið og okkar stjórnkerfi, ekkert af þessu fullkomið. Það var nú svona tónnin í Maastricht sáttmálunum að dreifa valdi. Þess vegna eru Skotar ánægðir með þetta og Katalónar og allir sem eru minni máttar í löndunum. Já, til þess að gefa minni þjóðunum meira vægi. Við fáum hlutfallslega meira vægi. Það var í Maastricht, ég veit ekki hvort það sé að það er strókað út í Lissabon. Já, við fáum vægi í hlutfalli við fjölda landsmanna hérna. Jú, við erum með 14 fleiri þingmenn heldur en þjóðverjar per mann. Já, en hvað gera þessir þingmenn? Þú veist, svo er þetta bara gigantískt. Hvað myndir þú gera ef þú verður Evrópuþinginu? Afskaplega lítið. Ég hef talað við marga Evrópuþingmenn og þetta er óttalega tilgangslaust starf, segja þeir, sko. Þú veist, vegna þess að þeir hafa valla í við að lesa allar reglugerðirnar sem eru kokkaður upp á embættismannakerfinu. Þetta er rosalega ofvaxið embættismannakerfi og við tölum sko gagnrýni á Bandaríkin. En ég meina Brussel er nú bara eins og Washington DC líka með sinn svakalega lobbyisma, sitt yfir gengilega stóra embættismannakerfi
sem að ákveða gríðarlega mikið. Já. Þú veist, þetta áhyggjuefni. En þá langar mig að ræða munin á Washington DC og Evrópusambandinu, af því að sko fullveldisinnar hafa rætt svo svakalega mikið hvað þeim þykir vænt fullveldið Ísland, en staðreyndin nú samt þú að enginn þurfti að berjast í stríði fyrir okkar sjálfstæði, við þurftum ekki að færa neina mannfórnir, við vorum í þorskastríðunum, þau voru leyst fyrir dómstólum og okkar fullveldi hvílir fullkomlega á alþjóðalögum og virðingu fyrir þeim. Það ekki eins og við höfum þurft að leggja okkur blóð, svita, tár, mannfórnir, allt þetta dramatískasta sem við heyrum núna, það algjör sögufölsun. Já, við skákum í skjóli Bandaríkjanna. Já, nú erum við bara að horfa upp á það að Bandaríkin hafa grafið meira undan alþjóðalagakerfinu og virðingu fyrir alþjóðalögum heldur en bara nokkur annar aðili hefur gert á þessari öld. Ég ekki með getgátur, ég bara með raunveruleg dæmi þar sem að Bandaríkin fara inn í fullvalda land Venezuela og taka þar forsetann og steypunum úr stóli til þess að komast yfir auðlindir. Þetta líka fyrir fólk sem lætur sér andum auðlindir. Já, en ég meina við skulum ekki láta eins og þetta sé bara einhliða svo einfalt. Þetta eru aðstæður í Venezuela, þú veist, þið verður hlustað á hvað bara fólk á Íslandi frá Venezuela hefur þetta snýst virðingu fyrir alþjóðalögum. Sem Venezuela hefur ekki gert, þú hefur ekki sín. Nei, en hvað kemur það Bandaríkinu við? Við höfum hvílt á þeirri staðreynd að Bandaríkin og okkar nágranna þjóðir beri virðingu fyrir fullveldi annar þjóða og alþjóðalögum. Nú hafa Bandaríkin til dæmis sprengt og tekið að lífi 200 báta á Karabíska hafinu af því að þeir eru eiturlyfja smiklarar án dómsalaga. Þetta líka brot á alþjóðalögum. Þeir hafa líka ógnað Grænlandi og við vitum öll í hvaða tilgangi þeir vilja Grænland, þeir vilja komast yfir auðlindir þeirra. Þeir hafa stilt Úkrænumönnum upp við vegg og heimtað auðlindir þeirra. Ok, þú ert þess að lýsa því að við séum með... Þetta bara staðreyndir. Við erum með Donald Trump hérna í 2 ári viðbót líklega, maðurinn orðinn gamall, hann svolítið wildcard, við getum verið sammála það, hann óútreiknanlegur. En við tölum sko heimsmyndin sé einhvern veginn allt önnur og breytt. Hún það ekki, en mér sýnist sko heldur þú að þetta fari bara aftur á sinn stað þegar hann farið? Já, við ætlum bara að pakka saman fullveldinu vegna þess að við sjáum það enginn að tala um að pakka saman fullveldinu. Þetta ekki að segja að heimsmyndin hafi ekki breyst. Hefur hún breyst? Sjálfsögðu hefur hún breyst sko, en að tala sko þá heimsskipan sem við höfum náttúrulega bara grætt gríðarlega mikið á Íslandi. Bara síðan að við fengum fullveldið okkar. Og til ekki vera breytingu í samskiptum Bandaríkjanna og Evrópu? Að sjálfsögðu það breytingar, en sko Donald Trump ekkert að vera þarna að eilífu. Nei, en það allir alþjóðastjórnmálafræðingar eru sammála að þetta sé varanleg breyting og sá sem verið að munstra í embætti forseta eftir hans tíð, hann ekki að fara að breyta kúrs, hvort sem það verður J.D. Vance eða Marco Rubio eða jafnvel demokrati. En nú erum við að spá framtíðina, en mér langar bara að svara einn sem sko við ákveðum að heimsmyndin sé breytt, þannig að við ætlum bara að vera fyrri til að breyta henni og gangi í Evrópusambandi. Mér finnst þetta ekki vera góð rök, mér finnst þetta ekki halda vatni. Ég get alveg séð að þessu margar ástæði fyrir að gangi í Evrópusambandi, mér finnst þetta bara ekki vera góð ástæði. Hvað finnst þér? Hver svona ykkar heimssýn? Okkar? Já, ég einu manneskja. Nei, þið í Miðflokknum, ertu ekki í Miðflokknum? Jú, en ég bara... Hver svona ykkar framtíðarsýn? Af því ég hef heyrt Ólaf Ragnar sem nú rísandi stjarna bara hjá Miðflokknum og Sjálfstæðis, mikið átrúna goð. Hans strategía hefur falist í því að við ættum bara svona að liggja og láta lítið fyrir okkur fara og helst ekki, og vona að Bandaríkin og ekki Rússar, Bandaríkin og Rússar taki ekki eftir okkur. Ekki taka síman. Já. Og hann Jón Helgi sem var í Silfrinu, akfræðingurinn, hann sagði við mættum alls ekki sækjum aðild að Evrópusambandinu því að þá myndum við einhvern veginn móðga Bandaríkjamenn. Hvað finnst þér? Að sjálfsögðu það bara raunhæfur möguleiki. Við náttúrulega bara, ef við tökum ákvarðanir þá þurfum við að mæta fórnarkostnaði af þeim ákvarðunum. Og það svona, mér hefur þótt þessi umræða að vera svolítið þvæld. Ég hef ákveðið að vera ekkert voðalega mikið að blanda mér í þetta bara vegna þess að ég vil sýna skoðunum fólks virðingu. Þetta auðvitað bara svolítið hnífjant og mér finnst bara, ég meina hver eru helstu ástæðinu? Það þetta sem við erum að nefna. Ok, ég til að við eigum ekkert að vera eitthvað fyrri til að ganga í eitthvað hjónaband með Evrópusambandinu með öllum þeim fórnum sem að því fylgir. Við erum bara að vera svolítið raunsæ með það hverjar þær eru og það hefur ekki mikið fylgt umræðinu.
Það hefur verið já til að sjá. Við erum ekki að kjósa aðild við erum ekki að kjósa aðild að Evrópusambandinu. Við erum bara að bíða og sjá, við sjáum einhvern samning eins og þú veist það kom okkur eitthvað óvart hvað kemur upp úr honum. Svo erum við að tala um vexti og verðbólgu sem eru heima tilbúin vandamál sem að voru mjög... Sem hafa varað í 80 ára en Ok, en ég meina við skoðum toppana á því, bara við skoðum bara tölfræðina, þá var það bara, þú veist, við erum að sjá þetta miklu, það þessi toppar eftir hrunið og svo núna, eftir COVID. Nei, það voru sko gjaldeyrishöft í 10 ára eftir hrun sem að héldu þessu nokkurn veginn stöðugu og svo var alheimsfaraldur þar sem enginn komst út úr húsi. Við getum öll verið bara heima sem eftir Vextirnir niður, þau voru náttúrulega bara ákveðið að keyra vextina niður í COVID. Bara alveg í upphafi en þú veist, það sem gerist þegar þú bara lokar öllu hagkerfinu með handafli og bannar fólki að fóra út úr húsi. Þá fara vextirnir niður á Íslandi. Þú þarft að gjalda fyrir það seinna og við erum að gjalda fyrir það núna og mér finnst mjög skrítið að enginn sé að ræða það í þessu samhengi að við séum að líða neikvæðar afleiðingar þess. Við erum með viðvarandi hærri vexti sama hvernig árar. Við erum alltaf með hærri vexti en allir. En við erum líka með bestu lífskjör í heiminum og það er nokkið mörg ár sem við vorum með á toppnum sem bestu lífskjör í heiminum sko. Hvenær var það fyrir þar síðustu ríkisstjórn eða eitthvað svoleiðis. Þú varst í Evrópusambandinu, bjóst í Evrópusambandinu í Hollandi? Já, ég var í Hollandi. Hvernig kanntu við Evrópusambandið? Sko, ég myndi segja að það sé svona bæði og, bara eins og allt, skilur við. Það er verri húsnæðismarkaður í Hollandi en hér. Sem er eiginlega ótrúlegt. Þeir eru með svona kerfið sem að getur verið 12 ára. Já, það er bara svo fáir sem komast inn. Þú veist, ég átti vini sem voru bara að fara úr svona tímabundnu 2 mánaða leiguhúsnæði, þú veist, í 4 ár, þú veist, sem er ekkert líf. Þú veist, það eru 4.000 manns sem eru heimilislausi í Rotterdam, sem eru samt með vinnu og eru bara komast ekki á þessum húsnæðismarkaði. Þannig að þú veist, að einhverju leyti það er rosalega gott að búa í Íslandi. Og ég hef líka séð það sem þú veist, mætti bæta. Ég skil að einhverju leyti báðar hliðar í þessu máli vegna þess að ég skil að fólk sem að segja nei vilji bara halda áfram að díla við ólígarkana sem við höfum alltaf að díla við. Svona the evil you know. Ég get alveg skilið þá pælingu sko. Að hugsa það. En þú veist, við höfum ekki gert það á sama tíma. Okkur hefur ekki tekist það, þannig að það er ekki mjög traustvekjandi þetta, þú veist, þegar maður sé Halldór Benjamín standa einhver staðar og alltaf tala fyrir betri kjörum. En heldur að berjast við ólígarka? Nei, og svo ætlaði ég að segja það. Svo eru auðvitað ólígarkar sko í Evrópusambandinu líka og það er líka spilling í Evrópusambandinu. Þannig að þú veist, mér finnst þetta mjög tricky sko. Þetta er bara... Þú myndir kannski á söðlinn. Ég hefði viljað frá eða. Jáið er kannski sko, því að það er samningur. Það er málið sko. Já, þetta er náttúrulega... En ég er líka áhugavert, þú veist, að við höfum aldrei mætt þeim efnahagskröfum stöðuleika sem Evrópusambandið setur. Við höfum aldrei nokkuð tíma. Þannig við munum aldrei geta fengið evruna. Ég meina, til þess að fá evruna, þá verðum við að sýna miklu meiri aga í ríkisfjármálum og halda niður í vöxtum og verðbólgu til þess að við komum til greina til þess að fara inn sko. En við fáum trúverðuleika og hjálp Evrópska seðlabankans. Það hefur gerst alls staðar. Ég held að það sem menn sé að segja að á þeim tímabili þá getum við náð skilurunum. Já, ég held að Evrópusambandið sé ekki svona einfalt sko. Þeir eru ekkert að fara að hleypa okkur inn bara til þess að það þarf að bera kostnað á okkur sko. Þetta er náttúrulega bara ógeðslega flókið mál og þú veist, málið er að líka í sambandi við Evrópu og Bandaríkin, þú veist, þá getum við alveg verið að tala þú veist, að Evrópu og Bandaríkin eru líka í mjög miklu samkrullega mjög mörgu leyti og í sambandi við stuðning sinn við Ísrael og allt þetta, fríverslunarsamning við Ísrael, þá er Evrópusambandið og Ursula von der Leyen styður Ísrael en Trump fjármagnar þjóðamorðið. Þannig að þú veist, ég myndi ekki, þú veist, það sem verður alltaf erfitt Það hefur kvarnast rosalega úr sambandi Evrópusambandsins og Bandaríkjanna. Og ég skil nefnilega alveg, þú veist, mér finnst nefnilega einmitt, ég er sammála því að fólk sé oft, þú veist, að komast að sikkvöru niðurstöðu með sko sömu málin vegna þess að, þú veist, ég skil líka og hallast þetta að því að þú veist að það að vera þarna inni og reyna að þú veist að hafa áhrif á þá þróun á stuðning við Ísrael mingi til dæmis er bara mjög legit, þú veist, þannig að mér líka mjög furðulegt þegar umræðan er orðin þannig að það sé svona rosalega mikil sundrung, þú veist, á milli og einhvern veginn og verið algjörlega að högga fólki herða niður, sko. Ég held að við getum öll verið sammála um það að til dæmis loftslagsbreytingarnar. Nú vorum við að frumsýna mynd í gær eftir Andra Snæ Magnússon og Söru Dósa
sem heitir tímann og vatnið og hún fjallar sko þetta fjölskyldusaga, hún mjög skemmtileg, hún nefnilega alls ekki, þetta ekki svona predikun loftslagsbreytingar, þetta bara fjallar kynslóðnar og tengsl okkar við náttúruna í gegnum kynslóðnar og það svo gaman að því að Andri Snær og ömmur hans og afar hafa tekið upp svo mikið myndefni að þetta eins og að kíkja inn í fjölskyldualbúm og þetta getur verið fjölskyldunar okkar líka, við tengjum svo sterkt við þetta en þetta fjallar jöklan okkar líka og hvernig, og bara þá staðreynd að á einni mannsævi hefur nú þegar einn jökull bara dáið vegna hlýnunar. Það var nú ekki á lífi, þannig verður ekki eftir að það dáið. Jú, jöklar lifa. Jöklar eru lifandi form því að þeir skríða og þeir hreyfast. Okið kemur aftur, sko. Okið minn jökull, þannig að ég er eitthvað í Borgarfirði, sko. Okið er formulega búið að úrskurða hann látin því að það er dauður ís sem hreyfist ekki lengur. Og á næstu 200 ári munu allir jöklarnir hverfa. Og það sem er að gerast með loftslagsbreytingarnar er að gerast á meiri hraða heldur en nokkuð óræði fyrir og nú erum við til með að fara að búa okkur undir super El Niño en það sem gerist á Íslandi og talandi okkar auðlindadrifna hagkerfi er að við erum í stór hættu á því að hafstraumarnir kólni hérna og við missum fiskimiðin og við missum svo margt. Þetta missum það ekki, þau breytast. Það er fiskur við Svalbarða sko, þetta eru óafturkræfar breytingar og lífsskilyrði hér á þessu landi þegar það lækkar hitastig hér. Þá verður það mjög erfitt fyrir Íslendinga. Ég held að bara það er eitt vandamál við þessu umræðu er að okkar tímaskynjun er svo stutt. Já, þess vegna þurfum að fara að sjá tímann á vatni. Já, en þú veist, þetta eru bara nokkra kynslóðir. Það eru 10.000 ár síðan var síðast ísöld. Það var undan ísöld fyrir 50.000 árum og svo framvegis. En nú gerist þetta á ógnarhraða. Nú gerist þetta á nokkrum mannsöldum. Ég held að þetta hafa alveg gerst á ógnarhraða sko rétt fyrir ísöld og þú veist þegar hún var að klárast. Ég er ekki nokkrum af það að við verðum of þungi skauti fyrir móði jörð, þá munum bara losa sig við okkur eins og risaeðlurnar sko. Við erum ekki svona valdamikil, við erum að hluta egocentrikin í manninum sem er svo falleg sko. Já, nema þú sést bara ósammála öllum vísindamönnum, loftslagsvísindamönnum síðustu áratuga. Alls ekki. Við höfum mikil áhrif á umheiminn en við erum ekki hið eiginlega vald sem að ræðu til það hvort það verður ísöld. Ég var með sérfræðing Íslands hérna í viðtali í síðustu viku í jökla. Guðfinnu Aðalgeirsdóttur og hún var í einhverjum vafum það sem hefði mest áhrif á hérna, þessa þróun núna væri maðurinn og hraðin í þessu er í engu líkingu við tímabilið sem þú ert að lýsa maður geta borað niður á Suðurskautslandinu og séð sko næstu 1 milljón aftur í tíman. Algjörlega. Það er engin dæmi það að hérna, lofthjúpurinn sé jafn slæmur og hann er núna. Já, og það er sá raunveruleiki sem við erum að eiga við. Og þá mun ekki móðir í bregðast við því. Já, en sko, Guðmundur minn, ég veit ekki hvort þú fylgist með, en það er ýmislegt hægt að gera í þessu. Og það er eitthvað sem er ekki á valdi neinnar þjóðar. Það er í eðli sínu stórt samstarfsverkefni allra. Og við erum komin helviti langt með það. Er Evrópusambandið að ráða við það verkefni? Nei, en þeir standa sig betur en margir aðrir. Þeir flytja bara iðnað úr sínum löndum. Þeir eru bara að de-industrialisa sjálfa sig og senda þetta til Kína og eitthvað. Það sem þetta mengar miklu meira. Þetta er bara... Nákvæmlega mengar það meira í Kína. Þjóðverjar lokuðu öllu sínu kjarnorkuverum og fóru að kaupa gas og orku frá Rússum og gerðu það á efnahagsstórveldi eftir. Nákvæmlega mengar það í Kína. Já, það er kannski bara ekki verið að setja sömu kröfur. Það er miklu hraðari vöxtur á endurnýtanlegri orku í Kína heldur en í Bandaríkjunum eða Evrópusambandinu. Og þá er þetta svona 10 svona hraðara. Og þau náttúrulega bara hafa líka notið góðs af því að efla sína framleiðslu á því sem að var áður í Evrópu og í Bandaríkjunum. Já, en það er ekki rétt að sko að verksmiðja sem er frá Evrópu eða Bandaríkjunum til Kína að hún mengi meira. Það er bara, ég veit ekki hvaðan þessi hugmynd kemur. Ok, en við getum alltaf sagt að hún er ekki menga minna og ég held að það sé verið að sko að þessar þjóðir geri sér grikk með því að sleppa þessum fyrirtækjum frá sér og þetta er bara slæmt fyrir verkalýðin. Þetta er bara mjög slæmt fyrir fyrir vinnandi fólk. Við erum bara að sjá hverfandi millistéttir víða í einu vestræna heimi og þetta er alvarlegt og þegar við tölum loftslagsmálin sko hverjir eiga að færa fórnirnar þetta er eðli kapitalistmanns að framleiðslan leitar þar sem hún er ódýrust og það er engin, en ég er ekki að segja þessi sammálaði, það er bara eins og það gerist. Það er bara nákvæmlega eins og það er verið að spá því að El Niño 2027
muni setja 50.000 manns í hungursneyð. Já, og þeir sem eru á móti því að hinga komið flóttafólk, þeir ættu aldeilis að hugsa sig með það. En þetta eru risavaxin verkefni og það er ekkert sem Alþingi getur gert í þessu. Þetta er ekki verkefni íslenskrar 400.000 manna þjóðar. Ekki frekar en svo staðreynd að það er spáð því að gervigreindin muni valda svo miklum straumhvörfum í vinnuafli heimsins, talandi millistétt og verkastétt, að hér við eigum það á virkilega á hættu að það skapist varanleg undirstétt fólks og þetta eru stærstu breytingar sem hafa átt sér stað síðan innbyltingin var. Hvað meinar með varanleg undirstétt? Varanleg undirstétt sem fær ekki vinnu. Já, sem fær ekki vinnu. Já, og það er þegar það er þegar byrjað að gerast. Ég þekki nú þegar 3 aðila sem eru búin að missa störfin út af gervigreind. Mennirnir sem að vinna hjá Microsoft og bjuggana til eru farnir að missa störfin, forritarar missa störfin. Þetta er bara byrjunin. En þú veist, þetta er ekki samsæriskenning, þetta er eitthvað sem er verið að skrifa af fræðifólki og þú veist, maður les og maður fær náttúrulega bara svona svolítið kalt vatn milli skinns og hörunds af því að það sem er talað þegar það eiga sér svona stórar umbreytingar á lífsvenjum okkar, þá verða líka til svakalegir öfgar. Og við erum svolítið að sjá öfgarna. Nei, Alþingi er ekki að fara að gera neitt í þessu. Þetta er svo mikil uppgjafar, sko... Nei, við erum að tala hið alþjóðlega hagkerfi. Og við erum örlítið bláber á Atlantshafinu. Já, við erum þetta bara mjög rík og áhrifamikil þjóð í svona stóra samhengi sem er líka með allt sitt stafræna umhverfi undir hatti örfára amerískra stórfyrirtækja sem eru rekin af einstaklingum. Við getum gert betur heima. En við þurfum ekki að gefast upp á þessu verkefni. Hvað er líkur heldur að þú fáir hana til að segja já? Nei, ég er ekki að tala það. Ég er bara að segja henni að þetta er stærra mál heldur en að vera bara svona sjálfstæð hér að hugsa loftslagsmál og gervigreindamál. Og þú ert mjög æst yfir þessu greinilega. Nei, mér finnst þetta spennandi. Hrönn, við tökum þátt í loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna. Er það ekki vettvangur fyrir þetta? Og við vorum alveg, þetta var næstu því komið þarna rétt áður en að Trump og Putin og allir yfirgáfu partíð. Þú veist, þegar Obama var að stjórna þessu. Þetta var mjög nálægt í. Það væri bara nást almenn sátt þessi loftslagsmarkmið og eitthvað svona. Það var almenn stemning. Það er samt ekki, bara ekki hægt á meðan við erum mjög lengi, Bandaríkin eru búin að vera heimsveldi lengi og kapitalist heimsveldi. Við hefum bara verið á þessari vegferð alveg svolítið lengi. Þannig að ég veit ekki, En sko mórallin fyrir 10 árum var þessi að Bandaríkin vildu vera þjóð meðal þjóða. Þau vildu búa til umhverfi þar sem að viðskipti, að því viðskipti eru hafkamarinn stríð, það er bara þannig. Það kostar minna. Það er miklu auðveldara og miklu betra að bara gera viðskipti og kaupa auðlindir af þjóðum heldur en að fara í stríð og taka þær. Og þetta var hugmyndafræðin, bara frjálsverslun allan heim, myndi á endanum búa til samfélag þar sem við myndum öll skilja hvort annað og virða hvort annað, skilur. Það er stóra gamla bandaríska hugmyndin. Já, nú hefur þetta snúist við, sko. Algjörlega. En stríð er náttúrulega miklu, það er bara verið að framleiða stríð, þú veist, vegna þess að núna eru vopnaframleiðendur náttúrulega bara græða tá á fingri, þú veist, það er mjög Já, en endan kostar þetta miklu meira heldur en bara að ganga til samninga og skilur, það er bara þannig. Já. Ég tala um að mann sem segir að stríð muni enda, vegna þess að það er ekki tilgangur í að fara í stríð lengur. Það var tilgangur í að fara í landvinningastríð þegar þú varst að reyna að ná ökrum eða olíu þetta bara hefur ekkert upp á svo lengi. Eru rússar ekki landvinningastríð? Það er langt síðan að við náðum því að geta brauðfært all mannkinn. Hver eru rússar í Úkraínu? Rússar eru náttúrulega í landvinningastríð þess að Pútín er með hann er bara svo hann er fastur á 19. Þetta er síðustu kynslóðarnar. Trump er það líka. Trump er með svo gamlar hugmyndir, sko. Þetta vitnar hann bara í 40 ára gamla sjónvarpsþætti og hann er náttúrulega maður. Þess vegna held ég, varðandi Ísland, ef þið hefði lesið Atómstöðina eftir Halldór Laxness, upphaflegar hugmyndir Bandaríkjamanna voru að setja varanlega, eiga hérna landsvæði sem væri undir bandarískri stjórn, bara svona eins og Guantanamo Bay eða eitthvað svoleiðis. Og það voru ákveðnir Íslendingar sem voru til í þetta, þó voru nýkom með sjálfstæði og sem betur fer, þá urðu menningarátökin til þess að það var gerður annars konar samningur og það var millilending. En af því að Trump er svo hrifinn af svona gömlum fasteigna hugmyndum og taka svona yfir
hann ekki að fara að bjóða neinum til samninga, ég get alveg lofað því. Þetta eru svakalega stóra orð og stórar fabuleiringar og Nei, ég er bara að segja, ég er bara að segja það að, þú veist, þetta Hvað eru stóra fabuleiringar? Að hann sé til í eitthvað svona. Ég meina, hvað hefði orðið Grænland ef það væri ekki með Danmörk sér að baki? Náttúrulega Bandaríkin þurfa náttúrulega ekki að kaupa Ísland, þau eru bara með herstöð á Íslandi og geta en ég er að segja, bara þetta að vera með heilt svæði undir sig, hún er nú blökufarin. Þú veist, bara eins Við og erum með fullt af Gaza-ströndin. hermönnum á Íslandi, við erum bara in praxis með herstöð á Íslandi. En við erum bara að tala um þetta blæti Trumps fyrir því að taka yfir landsvæði. Ég held að við megum aðeins andan í kviðin með þetta. Ég held að þetta sé ekki svona drastíst. Þetta er aðeins heimsfréttin í dag er það að viðskiptastríð Kanada og Bandaríkjanna sem að snerust það að Trump ætlaði að segja Kanadamönnum við hvað ríkið mættu gera viðskiptasamninga, að það þyrfti ekki að halda frönskunni og eitthvað svolítið. Ég ætla bara að anda í kvið með kallar hann sem fylkistjóra forsætisráðherrann. Helsti bandamaður Bandaríkjanna. Þetta er ekki fabúlir, þetta er bara allar helstu fréttir. Helsta vina þjóð þeirra í þessum sporum núna. Auðvitað er bara mikið áhyggjuefni, að fylgjast með þróun þessara mála. Ég held bara að það sé alveg auðvitað hafa allir áhyggjur af því sem er að gera. Já, líka bara þessum óstöðuleika og duttlungum. Ef ég ger eitthvað í því, það er ekki nóg að hafa áhyggjur bara. Það er bara raunverulegt. Áhyggjur er til þess að gera eitthvað í því, það er ekki til þess að leggja Já, en ég held að maður þurfi líka bara, Hvað ætlum við að gera? Hættu þessu Trump. En getum við ekki bara verið sammála um það að stærsta fórnarlamb þessara kosninga eru íslenski sósíalistar? Hvaða kosninga? Þessara þjóðaratkvæðagreiðslu. Með SB? Já. Bara að sjá, þú veist, forystu, ég veit að Sólveig Anna er ekki í stjórn Sósíalistaflokks Íslands, en stjórnin sjálf er komin í bólið með Samherja, Morgunblaðinu, öllum helstu kapitalistum landsins. Ég er ekki komið í bólið með það. Það er ekkert að því þó að hlutir skarist og hagsmunir skarist. Að skrifa upp á okkurna heimsín. Þannig að þau eru ekki til að skrifa upp á það heimsín að fara í Evrópusambandi en þú ætlar bara að það er enginn að fara í Evrópusambandi, við erum bara að kjósa samning. Já, það er enginn að fara í þetta. Það er fullkomlega tilgangslaus skoðanakönnun. Nei, hún hefur nefnilega mikinn tilgang. En ég held, þú veist, líka að það sem ég veist áhugavert við þetta er að hugsa, þú veist, ef við værum með meira beinu lýðræði á Íslandi, þá held ég að, þú veist, að við myndum sjá ennþá fleiri svona skaranir. Þetta hefur náttúrulega verið, þú veist, mjög áhugavert, en maður hugsa, þú veist, hvernig væri, þú veist, hvað við myndum kjósa fleiri mál, það væri áhugavert að sjá, kannski myndum þá einmitt þessi ég veit ekki hvort ég vil segja, þú veist, æsingur, en kannski þessi svona pólun sem er búin að vera í gangi myndi þá kannski minnka út af því að við myndum sjá að það er alls konar típur bara með skoðan alls konar. Bresku þjóðina. Já. Og svo mikið að þeir eru ennþá að spyrja í skoðanakönnunum hvað þú gerðir í Brexit. Það er eiginlega svo breyta sem skiptir mestu máli til þess að einhvern veginn að vikta og flera. Og þannig verður á Íslandi, það verður spurt já og nei næstu 10 árin. Þetta er það sem að náði En ekki þetta já og nei. Jú, þegar það kemur að því að kjósa þetta er menningarstríð. Já, þetta er eitthvað sjálfsmyndar tilvistarlegt atriði sem er mjög erfitt að ná utanum með öðrum hætti. Mér finnst ég bara aðalega vera að lendi sama eins og Bretarnir lendi í með Brexit. Það vita það allir, ég bjó í Bretlandi að þú veist, Brexit snerist bara eitt. Það var það að Evrópski seðlabankinn eftir hrun ætlaði að setja strangari fjármagnsreglur í Bretlandi eins og hann gerði alla Evrópu. Þetta vildi bláa liðið í Bretlandi ekki sjá og þegar ég segi bláa liðið þá er með bláa blóðið, ekki blue collar, heldur fólki sem á peninga. Vegna þess að þeir í Bretlandi hafa alltaf haft aðgang af þessum offshore account, hvað heitir þetta íslensku aftur? Aflandsreikningum. Vegna þess að þetta kerfi var búið til fyrir konungsfjölskylduna eftir að heimsveldi liðast í sundur. Það er til fullt af bókum þetta í Bretlandi að drottningin á ennþá námur í Ástralíu og hún borgar ekki skatt af því þetta fer í gegnum Guernsey og Jersey og þetta inn í fjármálakerfið í Bretlandi og þegar þú komið með x mikinn pening þá færðu þú aðgang af þessu, þá ertu komin í þetta. En ég menn er ekki City of London bara stærsta atkvarf svona ólíkarka heimsins? Gúrkan er í rauninni þvottavélinn og þess vegna er allir þessir olíugarkar að kaupa fótboltafélög í Bretlandi og svona, það er auðvelt að komast með peninga þarna inn og þetta vildi bláa liðið ekki sjá að þeir hreyft við. Allt annað, allt innflytjendur og allt annað matvæli og innlenda framleiðslu og svo framvegis
er bara bullshit. Það er bara búið til í fjölmiðlum til þess að fá fólk til að kjósa með Brexit. Auðvitað. Og mér finnst svolítið, við séum þarna hérna núna. Við erum þar. Og mér finnst þetta svo þreytandi og leiðilegt, mér finnst þjóðin verða svo heimsk. Já. Rétt á meðan á þessu stendur. En þetta er skemmtilegu samkvæmisleikur, af því að þetta er á morgun og það er enginn að fara að skipta um skoðun. Þá getum við bara haft gaman að þessu. Og mér langar að spyrja ykkur. Það er eitt atkvæða laust. Já, mér langar að spyrja ykkur, sko, þetta var ákveð hér. Hver er mest pirrandi típan eða óþolandi típan jámegin? Hvað er mest óþolandi fólkið jámegin, þú veist? Ég veit ekki svara, ég nenni ekki að fara í mannin, sko. Ég finnst það svo leiðileg umræða, sko. Mér finnst þetta góð umræða, því að þú veist. Núna er þetta smá hver mun pirra mig meira. Það er svona hrókafullt fólk sem tala niður til annara og svona mentasnoppað fólk sem að dáir gott Riesling og kannski almenningssamgöngur og tala niður til þín. Hver er ógeðfelldasta típan nei-megin? Ég veit það. Ég hef skoðað kommentakerfin, sko. Bara leiðilegasta við þessa umræðu. Mér finnst það bara svo, sko, bara leys og læði ekki frá ljótustu hlýðar bara á Nei, en þetta er mjög áberandi í umræðinni. Þetta er svo hatursfullt og mér svo tilgangslaust. Þetta er svo rætið. Ég bara vil helst ekki taka þátt í þessu. En núna síðustu vikuna þá hefur verið telt fram fólki, það var í gær var það Katrín Jakobsdóttir segir nei og í dag kom mjög óvært útspil, Dorrit Musayev segir já. Já, hún er svo mikil flippköttur. Hún skrifaði grein á Vísi. Hún er alltaf í flippinu. Er það skilnaðurinn? Já, kannski voru þetta orsakskilnaður. Kannski er þetta fjölskyldan sem klofnaði. Þetta er fjölskyldan sem kom sem Guðrún Hafsteins var að tala um. Kannski var það leið til að, þú veist, ná sér niður á gamla. Já, þú veist, það er líka aðeins gott að gera það í formi skoðanagreinar af Vísi, sem er æðislegt. Þetta er eldan sem að vera eftiræfinir. Ég verði endur að segja, sko, það stundur verið að tala um að eins og að segja nei sé eins og Brexit, nei er að sé eins og Brexitar, sko, ég held að sé að einhverju leyti öfugt, bara vegna þess að sko, í Brexit snýrist að knýja fram bara grundvallar breytingar á allir stjórnskipan landsins með minnsta mögulega meirihluta eins og þetta svo gerir líka. Ég var alls ekki að meina það. Ég er bara að segja að mér finnst umræðan verða svipuð, sko. Og mér finnst þetta vera svona það sem Davíð Oddsson kallaði svo fallega smjörklípuð aðferð. Það er bara verið að þeyta upp í einhverju svona potti til þess að fá fólk til þess að vera reitt og segja já eða nei. Og það skiptir engu máli hvað það er orðið. Nú er bara menn farnir að fara í mannin, þetta er orðið svona ljótt og leiðilegt. Og það er endalaust að ég hlakka bara til þetta er búið, sko. Og við getum með aflífurinn að fara að tala um vexti og verðbólgu og það sem skiptir okkur máli, skólamál, mér verður samt bara óglatt ef ég þarf að hlusta á samtök atvinnulífsins og fulltrúa launþega, benda hvorn og annan og þessa hringekju sem fer alltaf að stað. Þið hækkuðu laun, já en við hækkum vörurnar og það er að því að verðbólgan hækkaði. Þetta mun koma, samningar er lausir. Við erum búin að vera í þessari hringekju, ég bara þóla þetta ekki. Þetta voru kjarasamningum. Já, þá bara hækka launin og þá þurfum við að hækka verðið og verðbólgan hækkaði og húsaleigan og þess vegna þurfum við hærri laun. Ríkisvaldið ber ábyrgð á verðbólgunni. Já, en þetta er sama umræðan. Dag eftir, ár eftir ár, áratug eftir ár. Og það er eina sem að... grunnvandamálið, skilur. Já, en það má ekki skoða aðra lausnir. Guðmundur. Það er fullt aðra lausn. Það var önnur frétt var í morgun að Þorgerður Katrín var í viðtali á Bítinu þar sem hún sagði að sér hefur verið hótað. Já, það er glatað. Og hún svona gat ekki haldið áfram að tala. Já. Nei, munið þegar fólk var einhver var að skjóta á dag B, þú veist, þetta gerist alveg, þetta er mjög óíslenskt að við séum með svona stemningu. Það var svolítið hana eftir hrun, það var svona aðeins farið svona. En sko, já, en þú veist, það eru aðilar sem virkilega innilega trúa því að þetta snúist fullveldi landsins og það er að selja Ísland og í rauninni er þetta það alvarlega orðræða að einhver gæti tekið þetta bara sem svo að honum beri bara skylda til að stoppa þetta með öllum ráðum, þú veist, maður veit ekki. Það er það sem ég er að segja, umræðan verður svo rætin og leiðileg og öfgafull og leiðileg. Þannig ég hlakka til þetta búið og allir byggingakránir með neginu verða bara teknir niður og það getur bara fengið að njóta hauslítana í náttúrunni í friði, sko. Já, en ég finnst þetta samt búið að vera áhugaverð umræða svo margt. Ég er svolítið á því sem kannist við að fyrst er að tala um þetta verður stuttu tími.
Mér finnst þetta eiginlega svona þriðjudaginn þessari viku, það var þetta eiginlega búið. Já. Mér finnst þetta bara of stutt síðan síðustu kosninga voru. Þú veist, ég bara finn rosalega svona kosningaleiða. Mér finnst það alltaf vera að ganga til kosninga, við erum alltaf að rífast. Og ég hef í grunninn gaman á pólitík. Já, það var 17. kosningar. Já, og það var bara fyrir korteri. En við fengum ekki Eurovision. Nei, við náttúrulega getum ekki, Við höfum ekki drifist sami hópurinn og Eurovision, vill ekki fara með okkur í Eurovision sem að vill fara með okkur í Evrópusambandi. Það er ekki pínu fyndið. Ég held að sé ekki þannig, sko. Ég held að sé alveg, þú veist, það væri bara áhugavert að rannsaka þetta. Byrju hvað, að sami hópur, hvað? Það sé að ykkur er litið svolítið sami hópurinn sem vill fara í Evrópusambandi. Já, nei, það er það ekki. Ég myndi segja, þú veist, að Palestínuhreyfingin, það er bara mjög alls konar. Já, var hann ekki hann Samuel, hann er harður nei sinni. Samuel vonastjarna Guðmundsson. Já, hann sem var að rífast í rabba í Smúli. Já. Þeir eru víða, sko, með og móti. Og það er það sem er áhugavert, er að þú veist, það er fólk sem er með mjög sömu skoðanir á einhverju máli. En endar á annarri niðurstöðu en eru samt að hugsa sama málefni. Það er sama neið sem að þú varst að tala um að vera svo skrítið að sjá Sólveig Önnu og Halldór Benjamín saman. Já, ég held samt að við getum allir saman um það. Það er nákvæmlega sömu ástæðu. Ef það væri partí. Svo getur komist að einhverju niðurstöðu á sikkurri leiðinni, sko. Ef þetta væri partí, hvort myndur þú vilja vera í já eða nei partíinu? Þú veist, þetta var bara í alvöru partí. Hvað verður svona vinsaðu krakkar líka? Nei, bara, þú veist, annarkvort ertu að fara að lenda í manni á 3. bjór sem er að tala um að okkur verður öllum skipt út fyrir múslima. Eða þú ert að fara að lenda í ógeðslega leiðilegu manni með 5 háskólagráðu frá Brussel sem talar um almenningssamgöngur allt kvöldi. Ég meina, hvort viltu? Þetta er nefnilega, það er svo leiðilegt, þetta eru bæði leiðileg partí. Þannig að ég er alveg... Ég veit alveg hvað ég myndi þóla betur. Ég myndi þóla... Já, en þú samt að fara að þóla eitthvað, það er málið. En það ógeðfelldasta úr íslensku samfélagi. Þetta er það óhugnanlegast að það verður á sunnudeginu verður einhverju myndir af einhverju fólki með kampaninn að fagna. Það er annað hvað þessi hópa. Já. En ef þetta væri skip sem lendi í brotsjó, hvoru skipinu myndur þú vera á? Myndur þú hafa Hannes Hólmstein og Samherja að dreifa björgunarbeltum eða Evrópusinnan að gera skipuritt hvernig ætti að dreifa? Hannes Hólmstein fær ekki bara á sínu björgunarbát, heldur að vera að dreifa björgunarbát til aðra? Nei, þeir var kannski ákveða, sko. Þannig að ég held að hann nefnilega hefur sagt um að það sé sko betra að gráta einn í Lexus heldur en í Skóta. Svo ég veit alveg að hann væri bara einn á stærsta björgunarbátnum. Hann er vinumarkur. Þetta væri nefnilega bíómynd. Þetta er í bíómynd. Þetta er kvikmyndin Triangle of Sadness er pínlítið fjallasaldið um þetta. Hvað hétt alltaf með konuna sem draf mannin sinn í Sviss? Já, Anatomy of a Fall. Já, þessi setning er þar. Hún segir þetta þegar þau verða að keyra og hún grætur. En Hannes Hólmsteinn sagði þetta eins og við mig fyrir löngu síðan, sko. Og ég bara, já, þú vilt frekar gráta einn í Lexus en að vera eitthvað hamingjusamur í Skóta. Ég man ekki alveg hvernig þetta meikaði sens. Það var eitthvað svona... Það sem hún segir að þegar þú grætur þá er betra að gera það í Lexus heldur en í lestinni. Þetta var sem sagt brandari og þess vegna er skemmtilega að vera í nei-partí. Það er miklu skemmtilega fólk og fyndið. Ég geti séð fyrir mér, sko, Sólveig Önnu lenda í hnífabardaga við Stefán Einar síðasta björgunarvestið. Eða unga miðflokksmenn. Það sérðu fyrir þér að þau, til dæmis Stefán Einar og Sólveig Anna í faðmlögum að fagna með kampavín. Yfir að hafa negið vann. Þau eru nú frændsystkini, þau eru frekar... Það var alveg dásamlegt að horfa á hana að tala um leigubremsuna. Ég elska þetta slúður. Benjamín, Halldóri Benjamín. Þetta er ekki slúður, þetta er bara æði. Ég elska þetta hringborð. Ég er bara búin að vera að safna upplýsingum. Já, þau eru frænd fólk. Eins og við öll. Já, ég er alltaf að hitta einhverja nýjar frængur og frændur og það er kannski það sem er... En mér fallið þetta að sameina fjölskyldur sem eru ósammála um allt, en sammála um þetta. Já, kannski. Þannig að kannski er þetta sameina. Það höfum ekki talað saman í 5 ár. Já. Þau finnir eitthvað nýtt til að rífast um að leiða til búið. Katrín setti þetta mál á dagskrá, þá náðu við saman aftur. Já, ég er að vera að finna bara endur svona vekja tengsl mín við, mínar vinstri sinnu rætur, maður að tala við svona gamla Samherja og sósíalista og ég bara, veistu, ég bara er kannski smá vinstri sinni, þú veist. Ég sé fólk vera kallið í þessu sem ekki hringt í það, hefur hringt í ykkur frá annar hverju fylkingunni. Það hringir aldrei nefnir mig og aldrei skoðanakönnum. Og ég er í símaskrá. Ég vil taka þetta símtal. Og ekki með rauðan punkt eða hvað þetta er. Nei. Ég skal halda þér í símanum. Kannski getur þið sagt númerið í útsendingu. Já, hringdi mig.
Ég við síman allan sólarhringinn. Nei, ég er ekki með númerið mitt neins staðar. Ég held að aldrei hringdi mig út af það, ekki út af eitthvað svona, jú, þetta fyrir kosningar eitthvað svona, ekki þessu. Það er einn stærsta fréttin hérna í heiminum er náttúrulega viðskiptastig Bandaríkjanna og Kanada, en önnur frétt eiginlega fór allstað þegar Dolly Parton var dáin. Blessu sem ég kannar. New York Times skrifar svona minningagreinar sem eru litt til í skúfu. Þegar hérna 12 klukkutímum eftir hún birtist, þá var þetta mest lesna minningarinn sem hefði birst. Hún er náttúrulega sameiningatákn, talandi menningarstríðið, hún var eina manneskjan. Það er ekki til meira stjarnheldur en Dolly Parton. Hún sameinaði sko repúblikana og demokrata í þessari gjá sem er orðin menningarstríði Bandaríkjunum en alltaf bara hatrand. Og eini aðilinn sem allir gátu verið sammála var Dolly Parton og mér fannst lengi að hún ætti bara að verða forseti. Hún gæti sko sameina þessa þjóð í einhverjum svona friði og kærleika. Já, það var engan áhuga á því, sko. Nei, hún var ekki þar. En það er besta við hana, hún hefði engan áhuga á því, sko. Hún hefði örgulega verið miklu betri svona íslensku forseti, svona valdalaus bara sem að... Ég hefði verið að ræða þetta, hún var með svona sjónamið sem eru mjög svona vinstri sinnu á bandaríska mælikvarða. En hún var til þess með fylgjandi hún fjármagnaði bóluefni. Hún er með þetta hérna, hún að gefa, hvað er það ekki, hún er lestur barna og fátækra barna. Og svo eru alltaf staðið með hommum og lesbíum. Það er náttúrulega dásanlegt þegar orðið vinstri sinna að vera með vísindum og bókum. Svo var sagt sko, en hún gaf aldrei svona pólitíska afstöðu sína og þá svaraði maðurinn, nei, hún þurfti að selja plötur í Suðuríkjunum. Já, hún gat líka hún talaði bara eins og demokrati en gekkst aldrei við. Hún var alveg bara fyrst og næst mannvinur og þú veist, ótrúlega flott og hlým manneskja sem var alltaf að láta... Ég hef hort á viðtölu við hana, hún er eiginlega algjörlega dásanlega manneskja. Hún er bara ofbáslega fyndin, nýttin og tekur sjálfa sig ekkert alvarlega og svo náttúrulega katalógurinn er fáránlegur, ekki bara lögin sem hún söng, heldur það allt sem hún samdi fyrir aðra. Og magnaði laga hönd. Og svo fór hún til Hollywood og leikið bíómynd og svo bara, ég nenni þess ekki, með þetta er ómikið. Hún var tilnefnd til Óskarsins. Algjörlega, hún frábær í því. En það voru margir sem veldu fyrir sér hvernig Dolly Parton færi að því að feta hennan þrönga stíg milli ameríska hægrisins og hérna Suðuríkjana og demokratana og lykillinn liggur í textanum að Jolene því að ef þið greinir textan og farið yfir hann þá er þetta svona sáttabón til konunar sem er að taka mannin sko. Hún miðla málum við þessa konu og það var það sem hún gerði Já, en hún gefur henni sko grace, hún fer ekki í hana sko, hún segir eitthvað þar í loka kaflanum sko að þú vinnur og allt þetta skilur, ég skal Ég hef bara Dolly Parton hefur alltaf verið svona untouchable, hún er bara ofsalega falleg, þú veist, hún er ofsalega fyndin, hún er bara rosalega mikill Amerikani, þú veist, hún kemur að fátækum ættum og hún kunni ekki að lesa þegar hún var krakki, hún einhvern veginn hefst upp á eigin verleika og er bara svona svo Björk, bara byrjaði að syngja sem krakki og var alltaf frábær. Þú veist, það er ekki takt einhvern veginn að rífast Dolly Parton. Þú veist, og hún bara með því að vera hún sjálf, þá er hún bara sameiningatákn. Hún hefur þurft að þola alveg ýmislegt, sko, þetta bara bæði á uppvaxtarárum sínum og líka bara í fjölmiðlum, þú veist, það eru rosalega óvægin viðtöl sem maður hefur séð við hana núna, þess að maður bara að vera að rifja upp svo margt geggjað úr hennar ferli, eitthvað svona viðtal við Barbara Walters sem var svo yfirgengilegt, þú veist, hennar útlit og vaxtalag og svona og hún bara, hvernig hún tekur á móti svona spurningum af svo sko mikill reisn og svo miklu æðruleysi og við megum bara taka hana til fyrirmyndar, þú veist, hún bara alveg dásamleg. Svo er eitt sem að hún segist að fallið fyrir ég heldur hún kallið það Trump sem er svona umreiningur í þorpinu þar sem hún bjó það er svo smartur sko. Og það er eiginlega rótin af sko stílnum hennar hún klæði sig þannig að hún er Sá hún ekki alltaf að flottustu konurnar í bænum hafi verið vændiskonurnar og hún vildi lítið þannig það var alveg rétt, það voru bara með mesta glam Þannig hún er alveg fyrsta druslan Já, og líka góð saga þegar hún segir frá því að það hafi verið haldin svona dragdrottningakeppni í lookalike Dolly Parton og hún strílaði þessu upp og fór og tók þátt og tapaði. Það var eitthvað svona betri í að líta út eins og Dolly Parton en hún. Og sagði það líka, hvað hefur orðið úr þér hefur verið fæst sem maður?
Þannig ég hefði líklega orðið drag queen. Já. Algjörlega. Það er svo mikið glamúr. Vá, sameiningatáknið. Það var svolítið skrítið að sjá þetta, hvað þetta hérna fóru einhvern veginn út allan heim og náttúrulega Bandaríkjan og sérstaklega því ég held að Bandaríkjamenn margir sko þrái ykkur samstöðu. Það er ekki... Já, Jesús. Þetta er mikið álaga og bara tilfinningalíf fólks eins og þú ert að gefast upp á rifriðinu hérna í 3 vikur fyrir kosningar. Já, ég á fullt að vinna í Bandaríkjunum og ég hef verið að vinna með Bandaríkjamönnum og við höfum búin að vera það talsvert, við höfum góða vini þar og þetta er, já, fólk sem að ég myndi segja að langflestir Bandaríkjamenn lifa bara lífið sínu, þú veist, þeir eru bara eins og við, þeir eru bara, þú veist, þetta er bara svona í dag og þú veist, þú ert bara að sækja í leikskólan og þetta er bara venlegt líf, sko, en þeir sem eru pólitískir, þeim finnst þetta agalega leiðilegt, að það virðist ekki vera hægt að tala saman lengur. Nei, en líka ef þú býrð einhvers staðar og það eru bara einhverjir æsliðar að skjóta konu í andlitið í göttunni þinni, þá ertu líka bara svona, hvað er að gerast í landinu mínu? Já, en ég held að tölfræðilega séu við ekkert skárri, ég menna var ekki morð í Kársnesi, þú veist, það er alltaf verið, það er ekki lögreglan að taka fólk að það er ekki lögreglan, algjörlega, vissulega, og þetta held ég að mér finnst svo leiðilegt eins og við svona já-nei umræðu, við verðum svo amerísk, þetta verður svo mikið svona annarkvort með okkur eða mót okkur og ef þú ert ekki með mér í liði þá ertu fáviti og það finnst mér svo ógeðslega leiðilegt. Af mennskun andstæðingsins, sá sem er ekki sammála mér er ómenni. Já, mér finnst það þreytt. Þetta er rosa þreytt. Ég held að við erum bara komin á tíma populíska stjórnmála. Já, fyrir löngu síðan. Allir svona. Og hafa kannski alltaf gert. Það er einhver sem græðir á þessu. Þetta er auðvitaðsta leiðin til þess að hreyfa við fólki. Já, mér langar samt að segja líka eitt, mamma býr í Bandaríkjunum, ég var að koma þaðan og það var bara margt mjög magna, ég var beðin afsökunar rosa ofta á kunnugu fólki fyrir forsetan eins og það var eitthvað svona persónulega beint gegn mér en þú veist, þetta er bara hvernig fólki líður og hvernig það skammast sín en eins og mamma talar sko, hún er mjög mótfallin því að Ísland gangi í Evrópusambandið þó það kom henni ekki svona beint við í hennar daglega lífi en hún talar það sko í samhengi þess að fólk er búinlega ánægt bara með sín yfirvöld í sínu fylki, þú veist, sína fylkisstjórn, þar sem að völdin eru nálegari, en þau eru að gefa, þú veist, þau þurfa að fylla út 2 skattskýrslur og skatturinn sem er sendur til alríkisins og þjónustan sem þau fá þar og svona inngripið sem að fólk er bara ekkert rosalega ánægt með. Hún lýst þessu og mér finnst það bara eitthvað svona einmitt til að hafa í huga svo ég snúi þess aftur á Evrópusambandinu. Það er bara svo allt öðru sig. Evrópusambandið og Bandaríkin eru bara tvennt gjörsamlega ólíkt mál sko. En ef ég byggi í Bandaríkinu þá væri ég brjáluð af því að skattarnir eru svo háir þar. Og þau fara í bara herinn og okkur að vilja. Já, og svo ferðu ekkert fyrir peningin. Það er að borga skatt í Bandaríkjunum og þeir eru á móti sköttum af því að þeir bara eitthvað nýta einskis af þeim. Heldur að vera kannski í Svíþjóð eða Danmörku og borga skatt. Bara fasteignaskatturinn eru margar milljónir á ári. Fyrir venjulega fasteign. Já, það er algjörlega eftir í hvaða fylkið þú býr, sko. Já, og fólk flytur oft eftir því hvað þarna eru lágir fasteignaskattar. Gamla fólki fer til Flórída því það er ekki, bara skatturinn er bara eiginlega ekki neitt, sko. En ég held að við getum seint líkt Bandaríkjunum saman við Evrópusambandið því að það er algjörlega... Ekki náttúrulega bara með þessa fjarlægð frá toppvaldinu, sko. En auðvitað er Evrópa náttúrulega byggð upp allt Bandaríkin eru sambands, það er allt annað strúktúr á því, þetta er ekki Evrópusambandið er ekki ríki. Þetta er ekki alveg það sama sko. En þetta er þó, ég meina, þú veist, þetta er bandalag oft svona sundurleitra fylkja en þau deila svona meginstefnu sömu menningu, sömu tungu. Þannig sem við sögu. Það er allt annað strúktúr á... Trumpistarnir litu á þetta sem svolítið saman og alltaf bjóða Orbán á fundi til þess að lýsa baráttunni við Brussel sem var bara baráttan við Washington í Bandaríkjunum. Það auka vægi fylkjarna og minnka vægi í Washington. Já, það hefur verið þarna hatrömm deila eða svona andúð Bandaríkjana gegn Evrópusambandinu og Rússar hafa beitt sér bara þeirra yfirlýsta markmið er að grafa undan Evrópusambandinu með hægri öfga áróðri, með upplýsingaóreiðu, með útlendingaandúð, allt sem hægt er að gera til að grafa undan lýðræðislegum stoðum Evrópusambandsins. Bandaríkin en þeim hefur gengið rosalega vel. Það gengið rosalega vel. Mér finnst þannig að íslenskir hægri öfgamenn og evróskir líka, þetta er á sama meði, þetta eru meiri að minna allt fórnarlömb rússneskrar upplýsingaóreiðu.
sem En er okkur rosalega segir rússneska sorglegt. þegar náttúrulega Bandaríkin að mæta náttúrulega, þú veist, til þess að styðja AfD í Þýskalandi og Já, þessa og svo hægri eru Bandaríkin sjá flokka. þau sér líka leikaborði. En ég Bandaríkin veit rússar ekki hvort kannski þið hafi... samherjar Trump og Putin á móti þar sem Evrópu. heimsveldi. Já, en ég veit ekki hvort þið hafi fylgst með bara þessi tækni ólíkarkar Bandaríkjana. Þetta er bara örfáir einstaklingar sem stýra stærstu fyrirtækjum heims sem eru í rauninni halda okkur í heljargreipum og eiga meiri pening heldur en við öll nokkuð tíman til samans og allt það. Þetta er allt menn sem að dýrk og dá sko ákveðin fasisma og vilja helst af öllu afnema lýðræði og leggja niður þjóðríkið og þetta er ekki samsæriskenning, það er bara búið að skrifa marga bækur um þetta og bara hvort sem það er Elon Musk eða Peter Thiel eða Jeff Bezos eða þessir aðilar, þá dreymir að leggja niður þjóðríkið og það sem við þekkjum sem velferðarríki og vera með bara svona einhvers konar borgríki, svona city states, þar sem að þú kaupir þig inn og ef þú borgar, ef þú getur ekki verið þarna, tekið þátt í því hagkerfi, þá getur það eina sem hún getur gert að segja þig úr því og það er einn alvaldur, það er ekki lýðræði, það er einn alvaldur svona CEO á toppnum eins og bara í bandarísku tæknifyrirtæki sem ræður öllu og J.D. Vance, sko Trump er hrifinn af þessum hugmyndum, J.D. Vance er mjög hrifinn af þessum hugmyndum og hann hefur meira að segja gefið eftir svona ákveðin landsvæði fyrir þá að þróa þetta, svo að þetta er alveg svona spennandi dystopísk framtíðarsýn fyrir okkur. Já, þú veist, en bara þess þá heldur að við höldum í þjóðríkið, að við höldum í sjálfstæðið okkar ákvörðunarvald. Hvað höfum við gegn þessum aðilum? Bara, hvað ætlar að verjast með pottum og pönnum þegar þeir koma eða þú veist, Veistu, eða semja við þá? Ég held að við eigum bara að trúa á þessa heimsmynd áfram, eins lengi og okkur er leyft að gera það og ég hef nú bara heyrt svolítið ljóta og afmennskandi orðræðu jámegin svona hreyfanleika vinnuafls að sko það sé alltaf lægi að ákveðna stéttir taki út sko höggið í gegnum atvinnuleysi svo aðrir getur fengið lága vexti og veistu og svo hefur fólk sagt við mig sko ég ætti nú bara að kjósa já út af því að ég hef allan hag af því og jú, þú veist, ég er svo lánsum að vera með hátt húsnæðislán þú veist, og ég segi lánsum vegna þess að ég komst inn á húsnæðismarkað þú veist, að eiga fasteign, það er ekkert sjálfsagt og ég man nú bara eftir aðgerðum í kjölfar hrunsins, þú veist, við erum á svipum aldrei að það var nú ekkert eitthvað það auðvelt, þú veist, við vorum svolítið við heyrum svona efnahagskynslóðinni sem var ekkert boðið í partíi sko, hvorugt góðæri ég var ekki eins og komin í röðina fyrir utan góðæri þegar hrunið kom Já, þú voru ógeðslega leiðinlegt að þurfa að taka til þetta partíi sem þið var ekkert boðið í og þú tekur það út í atvinnuleysinu, það voru ekkert frábært tækifæri, það var alveg bara slegist að vinna á te og kaffi, þú veist, það var bara geggjað árið 2012 og þú gast fengið það var ekkert hlaupað ég var með konkurinn þau getur nú rétt ímyndað eitthvað stemninguna heima á mér sko. Já, þú veist bara að fólk sko hafi komist inn á húsnæðismarkað, hafi getið keypt sér, hafi svo fengið einhverja svona skuldaniðurgreiðslu frá ríkisstjórninni. Ertu að tala um leiðréttinguna? Ertu að tala um leiðréttinguna? Ég veit ekki, ég var ekki þarna. En ég held að sé, þú veist, við erum svolítið að sjá bara svona, þú veist, ég held að megi alveg tala um við erum svolítið svona biblískt hagkerfi, þú veist það er svona 7 ára góðæri, 7 ára af efnahagsstrengingum, kreppu. Þetta kallar sveiflur innan kapitalisma. Sveiflurnar eru svolítið biblískari. Kapitalisma, það var þetta. Við erum bara með svo fábreytt og lokað hagkerfi. Við skulum bara horfast yfir við það. En mér finnst áhugavert að pæla í, þú veist, af því það þú segja er, þú veist, eins og núna er stærstu fréttirnar varðandi þessi kosningar á morgun, eru að ungt fólk er að fara mjög miklu leyti í nei áttina. Svo er ekkert víst að ungt fólk skilir sér kjörstað. Það er ekkert víst. En þú veist, það finnst mér mjög stórt og mér finnst alveg að þetta skoða, þú veist, hvað er hvað ástæður eru að baki því að ungt fólk, þú veist, það er rosalega lítið að tækifæri, ég myndi segja einmitt að þegar við vorum að alast upp, þú veist, það voru lítið að tækifærum og það var, þú veist, mjög erfið efnahagsstaða. Tímarit sem heit nei í Hvernig voru þið alast upp? Við erum bara 2009 í MH, saman í MH. 2009 í MH. Hvernig eru þið fættar? Þá áttu að betur á þessu. 93. Þannig að þeir eru annar kynslóð en við. En ég myndi segja að ástandi væri núna en miklu verra. Þú veist, ung manneskja. Þá ertu náttúrulega, auðvitað að heyra atvinnuleysi. Þá ertu auðvitað bara að
fara að, þú veist, Mér er samt alveg áhugavert að það er ákveðnir... Fullorðna fólki fór bara að tala saman, tókstu eftir þessu? Já, ég veit það, en ég er að segja, þú veist, að það er mjög stórt máleldi í okkar samfélagi, þú veist, að mér líður þess að sé mjög mikið disconnect á milli kynslóða, það sem að, þú veist, ungt fólk er að alast upp við einhverja heimsmynd sem að er bara einhvern veginn mjög ólík þegar jafnvel sem að, þú veist, mér finnst við oft vera svona millennials svona pín á milli, þú veist, ólumst aðeins upp við. En þeir eru millennials, þeir eru ekki Gen Z. Það sem ég tek eftir, börnin mín eru þar og mér finnst eins og þau lifi í einhverjum TikTok heimi þar sem bandarísk stjórnmál eru þeim kunnuleg og mér var svo skrítið þegar Charlie Kirk var drepinn. Ég vissi ekki eins og hver hann var og dætur mína voru í öngum sínum og bara voru allan daginn bara Guð minn góður mamma, Guð minn góður og þeim fannst þetta svo mikið og ég alveg hverjum er ekki sama þó okkur hægri öfgamaður hafi verið skotinn. Bara, þú veist, en þeim fannst það virkilega stórt og ég sé jafnaldra þeirra tala bandarísk stjórnmál af einhverju svona ástríðu og einhverju svona sjálfsmynd eða þau svona identifya. Þessar hugmyndir hafa náttúrulega flótið inn í íslenska stjórnmál. Já, og svo segi ég býtu, en hvaða stjórnmálaflokk styður þú? Þetta, sko. Veistu hvað samfylkingin er? Veistu hvað sjálfstæðs? Þá veit þetta fólk ekki neitt það. Nei, en við erum náttúrulega meira að minna bara með bandarísk stjórnmál bara frá seinna stríði, eða þú veist, ég meina við erum bara, það hefur alltaf verið frekar stór hluti. Ekki minnst í þess að vera svona tengt inn í bandarísk stjórnmál. Jú, menna, þú veist, bara alveg frá því bara bandarísk herinn kom og fara að sína bíómyndir Já, inn í menninguna, en ekki, þú veist, ég veist ekki hverju bandarískir stjórnmálamenn voru fyrir utan forsetann. Já, en þú ert að segja, þú veist, sem er alveg rétt að þú veist að það sem að við erum að neita á þessum skjáum og þú veist það sem fréttina sem skoða eru bara gjör ólíkar þannig að þú veist það verður svo mikið disconnect að við erum ekki alltaf að skoða sem miðla, við erum ekki alltaf að lesa Morgunblaðið, skilurðu? Mér er svo áhugavert að vita hvað þær vita úr fréttum og segja, hei mamma, veistu það? Já. Ég alveg hvernig, þá sé ég hvað kemur í gegnum filterana til þeirra. Já. Og það er mjög polariserandi og þetta Já, maður segja bara svona þetta menningarstríðs agenda ræður alveg ríkjum í þeirra En hvernig ætlum við þá að, þú veist, já, ég bara svona þess að hugsa, mér finnst þess að það hef ekki komið til dæmis frá, mér finnst þess svona, ef ég myndi hugsa á pólunum vinstri hægri, þú veist, þá á Íslandi, þú veist, þá eru svona hlaðvörp og svona það er eiginlega bara vinsæll svona hægra líning hlaðvörp, myndi ég segja. Þannig að það eru hlaðvörp sem fá stuðning frá köllum sem eiga peninga. Já. Ég var með svona kenningu, sko, að ég man eftir að rétt fyrir hrun, eða man eftir, þú veist, svona nokkurn veginn, að þá voru auðmenn alveg svolítið að styrkja menning og listir en þeir eru hætti því og þeir voru að kaupa sér eitthvað klassa með því já, og núna stiðið hlaðverk sko. Nei, það var bara það Jú, munið ekki eftir gallerínu, Kling og Band Nei, ríkisstjórn Geir H. Haarde bjó til skattaívilnanir þú réðir hvort þú borgaðir skatt 5% eða settir það í menningatengda starfsemi en núna uppáhaldsiðja auðmanna að få peningarna sína með listaverkum og þess vegna eru þau mjög margir að reka gallerí en það er svona leið til að þvo peninga líka því að þú getur keypt og selt listaverk og verðið er svo teygjanlegt Þetta er búið að vera síðan fyrir Parísarhjólið Já, hver er með Parísarhjólið? Það er alveg stórmál sem ættum að leysa hér Já Hvað er í gangi? Það líka að vera eitthvað peninga Ég kíkja þetta inn alltaf þegar ég keyri framhjá Það er aldrei Það var ekki Einar hérna á Framsókn sem að lét setja þetta upp fyrir nokkrum árum, er þetta ekki bara Reykjavíkurborg? Jú, þetta var Reykjavíkurborg. Ég ekki að vita, ég meina... Já, Reykjavíkurborg gaf einhvern veginn leyfi fyrir þessu eða eitthvað svo leiðis. Ég held að Reykjavíkurborg á ekki þetta hjól, sko. En ég man að ég hló upp á þegar kom svona klausa í blaðinu eitthvað, þetta var svo skemmtilegt í fyrra, við ætlum að gera þetta aftur og ég bara... Hafið þið séð eitthvað í þessu hjóli? Nei, það var eitthvað festist í því. Það var nefnilega málið. Eina mannski sem fór. Það þeir sem að vinna við þetta halda sig engin í því og skildi fólk eftir Þau voru bara autopilot. Þau voru autopilot. En þá lítur þú ókipis inn eða hvað? Nei, svo kostar alveg bara eitthvað 7.000 krónur. Já, til að borga fyrir þetta tómuferðirnar sem voru undan. Ég má ekki segja þetta, ég hef aldrei farið en kærasti minn er búin að fara 2 svar án mín. Er hann búin að fara 1? Já, það er svo dýrt að bjóða mér væntanlega. Ég held að þetta fara í Parísarhjóli bara núna í kvöld. Þetta minnir mig á það þegar maðurinn minn þurfti einhvern veginn, ég man ekki hvernig það kom til hann játaði fyrir mér að hann hafi farið 1 í ísbúð og ég var bara, hvað er að þér? Og hann bara, fólk gerir það, og ég bara, fórstu 1
í Valdísi. Já. Hvað gerði það? Þátt Það er mjög hérna sem skrítið. væri Það er eiginlega sem maðurinn minn skrítið. gerði. Það er mjög skrítið. Já. Hver fer einn í ísbúð? Ég bara spyr. Það er Það bara er eitthvað síðblinda þar á ferð, sko. Ég segi alveg konum minni, ég er ekki að pukrast með það. Ferð þú einn? Já, En konum kemur mín með fer eitthvað fyrir hana eða ertu bara einn að borða ís einhvers staðar? Það er bara eitthvað svo skrítið við við það. það. Algjörlega eftir aðstæðum. Stundum ég bara rosa seint á ferðinni og ég veit hún sopnuð og kem ég ekki heim í ís. Ok, já. En En parasakjóli verða aðeins Það eru skrítnara. alls konar. Það er annað út að taka með til að fara með heim, og en ég að vera náttúrulega- einn í Það er ísbúð. ekkert reglulegt í minni Það er lífi, bara ég veit ekkert creepy. hvað ég er að gera á morgun. Það þótti Við getum verið sammála um eitthvað. Og Dolly Parton. Eitthvað sem sundrar þjóðinni annars. Það er eitthvað svona Já. fullt af fólki En sem Við er erum mjög bara öll að móðgað fara að í heyra París þetta. og hjól og fara í Það er einn punktur ísbúðin. sem að ég vil Þið eru bara koma að. Sólveig og Halldór Benjamin. Já. Ég vil koma að einu punkti að þið vorum að tala um kynnslóðir og mér finnst þetta svo mikilvægt og ég er búin að vera að pæla rosa mikið í þessu undanfarið og ég var að lesa einhverja bók þetta að þú veist þessi kynnslóða, þessi virðing fyrir kynnslóðunum sem við þurfum að hafa vegna þess að ég held að sé svolítið við erum rosa fljóta að fara í að tala um þegar allt er ómögulegt og allt er ómögulegt og svo framvegis en það er útrúlega magna hvað við höfum komist langt. Auðvitað. 1972 vorum við tekin að lista yfir þriðja heimsríki. Já. Nú erum við orðin eitt af ríkustu löndum í heimi án þess að vera í einhverjum svona ríkjasamböndum. Þannig að þráttur að við séum svona fá og stjórnmálamenningin okkar meingallaðir og við öll meingölluð eins og fólk á að vera að þá hefur okkur samt tekist að komast helviti langt. Sko. Já, en þú voru líka aðtöða það að 72 þá er ekkert, þá er ennþá verið að þróa þetta konsept sem Evrópusambandið er og heimurinn er miklu stærri, hann hefur náttúrulega minkað heilmikið á Já, þessum tíma. en ástandi var þá bara eins alltaf í heiminum, það er bara Já. það sem að gerist er að við föttum að Við erum bara búin að vera við eigum ljón gull heppin, sem að sko. heitir rafmagn, nei, bara klár. Já. Við föttum að við eigum gull sem Ok. heitir rafmagn Ef þú vilt og kalla förum það, að koma hinga með við stóriðju. fengum Marshall-aðstoð, Já, þáttur já, að hafa já, ekki já. þurft að upplifa Já, neinar hörmungar já, og stríð. algjörlega, nei, það var því að var engin infrastruktúr. Þeir þurftu Já, að já, fá en- okkur til þess að gera eitthvað því að var ekkert, það var ekki vegur, það var Já. ekki brú, það var ekki neitt. Einmitt. Þannig að til þess að þeir getur verið með hérna, það þurfti að vera einhver infrastruktúr, það þurfti að vera búð, það þurfti að vera skóli, það þurfti að vera sundlaug. Já. Nei, Já, þetta er það sem Eldur Ólafs er að gera núna, þú veist, á Grænlandi, í raun og veru. Bara, þú veist, ef að þú ætlar að vera, þú veist, ef þú ætlar að vera að sækja einhverja, málma þar, þú veist, þú þarft Þú að þarft hafa að leggja infrastruktúru, veginn það er og- rosalega mikið mál, en þetta er svo áhugavert að sjá bara hver þróunin verði fyrir Grænland og bara Grænland eftir 10 ár, Grænland eftir 20 ár, þú veist, þessi fjárfesting. Já, algjörlega, því að við Þeir eru ekki vorum... bara að byggja svona company town. Nei, veist, en hann er Svo Longyearbyen, það var einhver Amerikanin sem átti það innan lengi framan af. Já, Nei, Svalbarða. hann er að byggja, þú veist, bara ýmislegt þarna fyrir fólkið, sko. Og En þú verður að vera með, það verður að vera Bandaríkin infrastruktúr. Já, bara, Það bara- Já, infrastruktúr fyrir þinn gróða, Já, þannig að við skulum ekki gleyma því Já. að Bandaríkin gerði náttúrulega ekki out of goodness of their heart. Nei, já, við en skulum en ekki við gleyma græðum öllum samt fyrirtækjunum. mikið Við af- græddum af fullt, þessu, sko. Fyrirtækin Já, sem já, hafa fullt af farið pening og sem lagt við- heilu löndin í rúst, Erum alveg eins og Já, Rio já. Tinto og fleiri. Já, nú erum við aftur að fara að tala neikvætt. Já. Skilur, Já, við erum þú svo veist- fljót að fara í það. En En mér Þú finnst veist, gaman að tala neikvætt. Hérna, Ég ég er veit ekki ekki, vilja- ég bara tala um Ég- raunveruleikann, sko. Já, mér finnst það gaman. Raunveruleikinn er líka góður. Hann er líka Já, góður Þú veist, og við þurfum það líka er, fórst að fatta það stundum að það er ekki til að sjálfsagt að vera með svona og það er bara, mér finnst stundum bara fínt aðeins að Þetta er kannski svolítið vandamál. Já, bara, Ég ætla að veist, spyrja þig 1970. ég greip þetta bara því þetta er hérna. Heldur 1970 að heldur að hafi færri verið einmanna og kvíðnir heldur en í dag? Það er að tala um alltaf einhvern veginn. Sko, ég er alveg upp í ekki bara 3 kynslóða heimilum, heldur 4 kynslóða heimilum. Það er þau eru alltaf til lengur. Sko. Nei, ég veit það, þau eru ekki til lengur, en þú veist, ég er alveg upp, þú veist, og ömmur mínur og afa dóin og heimili hjá foreldrum mínum og svo framvegis. Auðvitað var þetta ákveðið öryggi og ákveðin strúktúr. Þetta var ekki alltaf gaman. Það var sumstaðar alkoholisti og sumstaðar var óbeldi og sumstaðar var ósætti og er enn. Já, og má ég nú minna á alla ólaunuðu vinnu kvennana já, við að skeina þessum börnum og hugsa um þessi eldri. Auðvitað. En það er samt eitthvað fallegt hvað okkur tekist þessari litlu þjóð að komast langt á svona stundum tíma og búa til ótrúlega aftur, ég hef einu stundu að keyra túrista og þeir eru ekki orð yfir vegunum, yfir GSM-sambandinu, yfir gæðum á mat í þessu raskati. Nei, já, þeir segja það náttúrulega allir, þetta er rosalega dýrt, en þeir eru búin að kynna sér það, þeir vita það, þeir eru að koma í dýrt samfélag. En hvað infrastruktúrin er góður, að þessu bara sundlegur út allt, sem kostar bara $5 einar, þetta er djóka. Ég mæli með því að þeir eru að hlusta á hann núna.
þá mæli ég yfirleitt með svona köllum á mínum aldri sem orðnir svona frekar grömpi og leiðilegir að fá sér meira prófið og fara að kera rútu eða gera leiðsögumenn. Af því að það umgengst þá svo jákvætt fólk að ég hef séð bara svona gamla kalla vera grænir aftur bara á nokkru vikum. Sko. Það fyrir að sitja í múlakaffi og töðum hinn og köllunum. Skemmtilega að vera í rútunum með þér. Jú, þetta sjálfsögðu sko. En þetta þú veist, mér finnst stundum og sérstaklega þegar það eitthvað svona eins og þjóðaratkvæðagreiðsla þá verður allt svona neikvægt, allt svo ömurlegt. Ég bara hélt að vera að tala hann. En ekki bara málið að hitta meira fólk? Pappa minn, hann í trúsmann. Það var alltaf í góðskapi. Akkurat. En þú veist, málið að hitta meira fólk. Þú veist, eftir því sem maður meira einn, þá fer maður að ímynda sér að allir séu svo vondir. En sko líka bara að þú ert meira á Facebook, mér finnst svo fyndið, þú veist, þetta hefur alveg áhrif á mig, þú veist, að ég er búin að, ef ég opna Facebook, þá ég einhvern veginn bara, þú veist, ég var komin í rof, skilur að lesa alltaf þessar statusa. Ég var bara hvað gangi og svo fer ég bara út á götu og það er bara, heyrðu, þetta er alltaf læg. Þú veist, við munum vera með þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og svo mun koma bara sunnudagur og það mun bara vera eitthvað annað og eitthvað annað takast á við, sko. Þá voru sýndar svona bíómyndir á svona filmum og ein myndin held ég að veri frá Disney og var bíla. Og það var mann sem kemur svona lappandi, bara flautandi og góður og kveður fjölskyldur sína og svo settur upp í bíl og breytist í algjöra skepnu. Það var allir komin í samkenni við alla og flautar og allir að fara fram úr. Það er eiginlega það sem er Facebook í dag, sko. Það kemur bara Salka kemur í góðu skapi heim til sín, sest niður í Facebook og orðin bara... En okkur eru að taka þetta svona alvarlega? Svo gleymir maður líka að ég gæti loka tölvunni og lagt hana frá mér, þannig að það er líka það. Það er ekki eins og okkur sé þrýst í þetta. En fólk verður svo reitt, það segir svo ljóta hluti. En það var líka í kommentakerfi DFF áður en að... Í þjóðsálinni, þá þurftur að hringja inn og röddin mín er svo, ég heiti Anna og mér er bara skelfilegt, en þú þurftir einhvern veginn að... En kommentakerfi blaðanna kom áður en að samfélagsmiðlarnir komu, sko. Það var nú ekki fallegt. Já, ég veist fólk ekki ringja nógu mikið inn í útvarp. Nei, ég veit það. Dóttir mín þráir að ringja inn í útvarp og ég veit ekki hvernig ég á að verða við þessu. Það er aldrei hægt að biðja Óskar. Það er held ég Rás 2 eða eitthvað. Það er náttúrulega út að saga, en það er á ég láta að ringja, hún er 6 ára. Mjög krefjandi. Ég segi það líka að biðja Óskar, hún hætti á eftir Rás 2. Það er bara gaman. Já, það er ekki, ég þarf að lifa að vaka eins þá, er ekki að segja. Ég myndi taka út af sögu. Já, það var örgulega hressandi fyrir Bróðir mér hringdi einu sinni í þjóðarsalina þegar við vorum úlingar og vildi ræða eitulega vandann á Íslandi. Það væri svo dýrt og svo kæmi loksins efnið og þá væri það svo lélegt. Það var alltaf skellt á hann og okkur fannst þetta sjúklega fyndið. Það er mjög fyndið. Eitulega vandinn. Herðu, það hefur verið þjóðaratkvæðagreiðsla á morgun, hvernig fer þetta? Veistu að ég er bara farin að halda að þetta verði negið út af því að hinir óákveðnu kjósa frekar, það er búið að selja okkur hugmyndina að þetta sé að ganga inn í Evrópusambandið, hvort sem okkur líka betur eða verð, hversu rökrétt það er. Svo að það er orðið svo risastórt mál að fólk mun frekar segja nei. Og það eru náttúrulega bara stærstu maskínur landsins, stærstu peningaöfl. Ég hef aldrei séð aðra eins auglýsingaherferð. Hinn er eiga nú slatta peningu líka. Já, en hún er ekki jafn öflug maskínan. Gessinni bara nokkuð ykkur. Já, herferðin er tilfinnanlega með færri birtingar og minni, já, ég held að það sé. Ég sé marga byggingakrana og heilu. Já, bara heilu, bara löngu, bara heilu kvikmyndirnar undir, maskínuna. Mér finnst ég sjá meira af jáinu, en kannski var það bara svona byrjaði fyrr eða eitthvað. Já, ég held einmitt að núna finnst mér neyið vera alveg bara vísir, sko var ekki einn bannir á vísi, skilur, sem var ekki með neyið. Ég held þetta bara voða einfalt, skoðan kannan þannig fyrir viku, 2 vikum bentu til þess að já eru þú ofan á og þá bara fer vélinn í gang. Vélinn var ræst. Það er bara þannig, þetta er alltaf svona. Já, ég veist að fólk að nota bara fjármagn sem það hefur og þá er kannski kappið lagt á svona setni partin í þessu. Þetta er náttúrulega marga milljónir bara þessi fundur í gær. Ég var svolítið að fylgjast með fundinum og drónunum sem að verða að nota. Eru þið á því að auglýsingatímanir myndu vinna kosningarnar? Ég held að, sko, aðilar sem hafa efna á því að setja 100, hvað setja þið mikið í Morgunblaðið á hverju minnsta degi? 600 milljónir í fyrra. Já, þeir setja sem sagt einhverjar milljónir á dag bara til að halda uppi málgagni sínu. Þá, og nú, þú veist, þeim munar ekkert að kasta í þetta mörg 100 milljónum. Ég vona þetta verði ekki maður gestur. Þú sér það neyfinni, eða ekki? Já, ég segi það. Ég held að verði kannski eitthvað svona bilinu 46%, 43-46 fyrir jáið, en ég held að neyið, ég held að verði mjótt, en ég held samt að það verði eitthvað. 43-46? Já, svo fyrir jáið, þú veist, einhver stað þarna,
einhvers þarna á bilinu. En ef við ætlum að vera svona svartsýn, þá kannski Hún er fullt af bjartsýn, hún ætlar að segja já-fólki sem segir bara já, það tekur ekki einn svona mæta á kjörstað. Svo ég ætla að segja, jú, ég trúi því að jáið vinni. Ef þú mætir á kjörstað. Ég hafði aldrei spáð, svo skrifaði ég fyrir 2 dögum, sett inn að ég spáði að nei, ég vinni með 54-46. Það bara, ég var allavega að sleppa þessu þegar Hannes Hólmsteinn kom og sagði, nei, þetta er ekki þannig, af því að hann kann náttúrulega í aðdraganda kosning áttu að halda því fram að þú setja að tapa, sko, til að fá fólk til að læka. Þannig að hann vildi alls ekki gera þetta. Nei, ég held að nei. Ég held að já, við munum vinna þetta. Ég er svo mikið að hugsa hvað hefðum gott að því að fara í þessar samningaviðræður, af því að þá fara að koma allir aðilar, allra geira, ég tala nú ekki um menningageiran, heldur líka bara allt sem að hefur setið á hakanum og rekið á reiðanum, því að við erum náttúrulega að reka hérna samfélag. Og við vitum það að innviður okkar eru fúsk og rugl oftast. En við erum ekki nett og greiðendur alltaf, við erum ekki bara að fara að greiða fyrir innviðbyggingu í Rúmeníu. En það væri svo ótrúlega gott að fá stærra bakland inn í alla þessi innvið okkar eins og sem snúa að umhverfismálum, geðheilbrigðismálum, menntamálum, menningamálum, stöðu íslenskunar á öld gervigreindarinnar. Þetta eru svona hlutir sem ég rekst á í mínu starfi, þar sem bara svona örfáir aðilar, ótrúlega sveittir að hlaupa og reyna stoppa í ykkur gött. Það væri svo geggjað, hvort sem við segjum bara nei við samningi, það væri svo gott að fara í þessa vinnu, að bara fara yfir íslenska stjórnskipan og kerfið. Ég held að við erum alveg sammála vandamálin. Ég myndi gjarnan vilja sjá góðan, barn- og unglingageðspítala, ég myndi gjarnan vilja sjá bara úrbætur í menntakerfinu og í menningum og listum. Íslenska leiðin er svona, það gerist eitthvað ræðilegt, ráðherra kemur fram í fjölmiðlum og segir ég ætla að skipa starfshóp þetta. Spretthóp. Svo er búin til ykkur stefna, hún er lögð fram, ófjármögnuð. Málið er látið svona drepast á dreif og stjórnvöld missa áhugann og missa fókus og það verða jafnvel stjórnarskipti eða ráðherraskipti. Svo deyr málið og þá gerist aftur eitthvað hræðilegt. Þá förum við aftur að tala við verðum að gera eitthvað. Ég vil bara gera meiri kröfur til stjórnmálamanna hér og ég vil ekki dreifa athygli. Ég vil að við bara fókusum. Nei, þú veist, það er ekki með aðgengi að evrópsku reglukerfi, þá fáum við þetta bakland, við fáum upplýsingar, við fáum sérfræðiþekkingu. Við fáum rosalega mikla innspýtingu inn í þessar veiku innviði sem okkur hefur ekki tekist að reka. Við viljum öll búa hérna í fyrsta heims þjóðfélagi, þar sem eru stefnur í málefnum fatlaðra barna og eru bara svona menntamál. Ég er að heyra kennurum sem bara þýða kennslarni í gerfugreind og eitthvað. Þú verður að koma inn í Ég er bara að tala það. Að þú veist, þegar ég heyri í þessum umræði þetta í gær, þá voru bestu rök neysinna voru bara þetta er svo mikið vinna, þetta er svo erfitt, þetta er svo tímafrægt. Og maður er bara í alvöru að tala að fara í samningaviðræður við Evrópusambandið og fara í naflaskoðun á íslensku samfélagi og hvernig við viljum hafa. Er það ógeðslega erfitt? Nei, það sjálfsögðu ekki. Ég þekkti einu svona mann sem var einhleypur og leiddist það svolítið og var alltaf að velta fyrir sig að hann myndi eiga mikið saman líf ef hann væri í sambandi. Já. En hún tókst aldrei að fara í sambandi vegna þess að hann gerði svo mikla kröfur það og hann sagði að ég bara alltaf láta þess að ég segi að gangi í Evrópusambandið og það var aldrei úr neinu sambandi hjá honum. Og hann endaði bara einn. Þannig þessi maður tók þessu dæmi eiginlega óyfirstíganlega. Heldur að hann segi já eða nei á morgun? Hann er nú dáinn eins og maður. Jæja, hann verður ekki með. Og gekk hann út einhvern tímann? Nei. Mér leið bara, þegar ég var að horfa á umræðu þá, mér leið bara eins og þegar úlingurinn minn vill ekki taka til í herberginu og segir að takið því ekki, það sé svo dýrt, það takir svo langan tíma og þú veist, allt þetta kjaftaði. Ég alveg tala, við erum að tala risavaxin, grafalvarleg, risastór hagsmunamál fyrir þjóðina. Hvað er að því að skoða þig? Þó það sé dýrt og flókið og takir langan tíma. Það er svona, þú veist, getur verið mjög dýrt og erfitt og tekur því ekki að taka til. Herðu, Salka, hvernig fer þetta? Sko, ég frá byrjun, þegar þetta var búið til þessi þjóðaratkvæðagreiðslu þá hugsaði ég að það yrði nei. Það er svona það sem að innsæðið sagði þá. En svo hef ég mjög oft rétt fyrir mér og mjög oft rangt fyrir mér, þannig að það er bara, við sjáum til. Ég held að ég vinni, sko. Og þú veist, það kannski bara er mín óskekja, sko, bara til þess að við þurfum ekki að vera hérna aftur
eftir 3 ár að rífast með þennan saman hlut sko. En nú hefur þjóðin svona svolítið klofnað, haldi þetta rifrildi, haldi ekki áfram, lifir ekki af atkvæðum? Nei, við fáum eitthvað nýtt samt, það lifir eitthvað áfram en við fáum nýtt bibbein sko. En ef hann eigi vinning þá verður þetta sett á ís mjög lengi. Nei, þetta verður ekki sett á ís mjög lengi. Þangað til Trump ræðst inn í Grænland þá fyrir að ræða þetta. Þetta mun alltaf koma upp aftur og alveg svo bara með flugvöllin sko. Ég sá post inn á Heimsýn sem var eitthvað við vitum hverði eruð sem allir að kjósa já. Svo svona hótun að þetta myndi elta því bara allar. Það er bara komin með gestabók. En þetta, þú veist að því... Allir að hafa Guðmund í hlutverkinu, var hann ekki jáari? Nei, já, ok. Bara enn og aftur. Ég held að Ísland fari aldrei inn í Evrópusambandið, ekki á meðan ég lifi, en mér finnst frábært að klára þessu umræður. Ég held að bara, það er ástæða fyrir því að við fórum frá Noregi á sín tíma og það er ástæða fyrir því, við lesa bara gamla bækur, danska konungsveldi talaði það var ekki hægt að stjórna Íslendingum, þeir lítu allir á sig sem kónga. Ég kom ekki frá Noregi, ég kom sem þræll frá Írlandi. Ég skipti engumáli, þú veist, bara, Íslendingar voru uncontrollable. Það var bara ekki hægt að díla við þetta lið. Við vorum líka lengur í vistabandinu en nokkur önnur Evrópsþjóð. Algjörlega. Af því að við fíluðum þessa hlekki. Ég held að það sé máli. Og þetta finnst mér mjög áhugaverður punktur. Þú veist að tala áðan að það var alltaf látið reka á reiðanum þangað til eitthvað gerðist. Og því ég man alveg eftir þessum tímum í gamla daga þegar að það voru bara fréttir í hver einustu viku það að sjómaður væri slasaður eða dáinn. Það gerðist endalaust að menn lenti í driftsköftum í sveitinni og svo framvegis. Þetta var talin eðlilegur... Nei, ég bara tala þetta bara þótti eðlilegur fórnarkostnaður. Alveg svo bara í gamla daga voru unglingar undir lögaldri sendir á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum og það bara eðlilegur fórnarkostnaður. Það datt 1 og 2 út af Herjólfi. Já, ég ætla að segja það. Nei, byttu. Þú er búin að tala mjög mikið nú, ætla ég að tala. Þetta skiptir mjög miklu máli. Að við erum bara mjög stutt frá því að vera bændaþjóð þar sem að fólk eignaðist 10 börn að því að vissa 5 myndu deyja og það var eðlilegur fórnarkostnaður. Og framfarir í íslenskum þú veist, ég tekur þetta á þessum dæmi að heima hjá mér voru reist fjárhús 1930 1960 voru reist önnur fjárhús þau voru alveg eins og þessum voru reist 1930 af því að hugurinn var ekki komið lengra það var komið fullt af nýri tækni 1960 traktor og alls konar það var til samt að klofa með heyið skilur niður 2 þrep og upp úr hlöðunni og svo framvegis við erum bara ennþá pínulítið sveitamenn að díla við áfallastreituröskun yfir því að það þótti eðlilegt að missa annað hvert barn við erum á hjara veraldar og við eigum svolítið langt eftir að komast í þetta Evrópusambandsmentalitet sem eru kannski búin að vera Kaupmannahöfn hvað, 600 ára gömul borg, eða ekki? Skilur, þetta er bara svo langt á milli. Já, ertu bara að segja að við séum ekki nógu þroskuð til að setja okkur við erum ógeðslega dugleg, við erum ógeðslega seig og ef við ætlum okkur eitthvað eins og Grindavík sannaði, þá bara fucking gerum við það og það er magnað við þessa þjóð. Hvað við erum ótrúlega seig að bjarga okkur og við látum engan segja okkur hvernig við höfum að gera hlutina. Við gerum þetta eftir eigin höfði. Hvað gerðu við? Við reistum varnargarða. Já, keyptum eignina þeirra. Grindvíkingar hafa sagt mér það að leið á mig að keyrði út úr Grindavík. Já. Að þá var enginn sem að tók á mótinu. Það tók svona samfélag á móti þér. Jói frændi og fólk kom og með brauðrist. Var ekki ríkisstjórnin með planum að borga þér fasteignaverðir í Laugardalsvöll þar sem að Grindvíkingar voru brjálaðir þegar ríkisstjórnin hitti á loksins. Já, ég held það var ekkert sem tók á móti þér. Það var illa staðið að þessu. Við erum góðir á gröfinni en ekki mikið annað. Við gátum gert þetta eftir gósið í Eyjum, bara byggja upp einingahús og við hefum getað gert það. Það var að gera margt miklu betra. Ég ætla ekki að fara í smá, ég er bara að tala þjóðarsálin íslenska er ný frjáls þjóð undan oki vistabands og stórra áfalla sem þóttu eðlileg og við eigum bara svolítið langt í land með þetta og okkur finnst þetta rosalega skeri að fara undir eitthvað vald þú veist, við erum öll með smá En samt heldur að fólk segi já frekar? Ég held það, já, af því þetta snýst ekki að fara undir valdið. Ég held að megnið af þjóðinni sé nú að klárt þess að skilja þetta í gegnum allt nóysið, allan hávaðan sem er í gangi, sko. Það snýst ekki já eða nei. Ætlum við að vaka eftir niðurstöðu? Ætla að vera ekki frekar stutt vaka, ég menn þetta er bara já eða nei, en ekki auðvitað ekki að telja þetta. Við erum komið svo stutt. Bara smá koktelbúð. Kosningaúrslit í stórum löndum eru bara komin svona klukkutíma eftir að loka kjörstöðum. Hérna kemur þetta í hádeginu daginn eftir. Já, en það er flokknara þegar það eru margir valkostir. Er það ekki núna bara, verður þetta ekki frekar einfalt? En akkur eru við eitthvað liðlega að telja? Ég verið að telja, sko. Það er, maður er ekkert að gera eitthvað. Það er glemst að kenna það í skólum. Telja, atkvæði.
Hvað sér ég? Það hefur gleymst að kenna það í skólum, að telja Að telja, er þetta PISA? Við erum alveg lengi þessu. Svo finnast einhverju kassar og einhverju En þetta Já. er reglurnar að megi Þetta er ekki náttúrulega- byrja að telja þó það þú Hvernig sért inn á lokuðu hvernig dettur það í svæði. hug? Það er rugglað. Hvernig þetta það í hug? Það setja það regla. Já, því við höldum alltaf allir sér að svindla. Já. Við treystum einhverjum. Sérlöskar, Já. sérlausnir. Ég held Það reyndar er að til það dæmis séu mjög víðast kostnaðarsamt. strangari lögum talningu kostninga. En hjá okkur? Ég held að við séum alveg frekar leysa í fer með að við margar aðra þjóðir. En Já, ég já. veit ekki, það Heyrðu. er fínt að hafa öryggi á þessu. En þeir eru fegin þetta er búið. Já, Ég er mjög fengið þetta búið. Það verður gott að tala Ég er um núna annað. svolítið peppi fyrir þessu. Ég er ekki Já. búin að vera Heyrðu, við inn í getum, umræðinu fyrir í dag. Ég spað Gunnar smá. Ég sagði, ég er ekki viss um þessi rétt mál fyrir mig. ég held samt að menningarstríði haldi áfram Já, og ég já. laka rosalega til að gera það svona fysísku menningarstríði. Ég vil vera með svona slag eða glímu eða eitthvað. Já. Af því að við vorum að Og rifja það upp, uniform, sikkert uniformið. Já, það var það var haldin kvikmyndahátíð í Regnboganum 1985 þegar Tarkovski hjónin voru hérna í útleið frá Sovétríkinum og Sovétríkin voru með börnið þeirra, héldu þeim eftir til þess að refsa Tarkovski hjónunum. Það var hérna Tarkovski nefnd, Halldór Laxness og fleiri sem tók á móti og það var ákveðið að halda Tarkovski kvikmyndahátíð sem er í Regnboganum sem er núna Bíópartís og þegar hátíðin hófst þá komu starfsmenn sovéska sendiráðsins að gera filmundar upptækar af því að þær voru einn sovéska ríkisins og margir vissu það ekki að Thor Vilhjálms hann var með svartabelti í judo og hann tókst á við þessa sovísku starfsmenn og hafði betur og þarna var sko fysiskur slagur listrænt frelsi og ríkið eða svona einhverja kúun eða ritskoðun og mér langar rosalega að leika þetta eftir, eiginlega bara helst alltaf ef það er einhver svona hátíð að hefjast í Bíópartís þá fáum við einhverja aðila til að fara í slag. Það er Það er allt allt og lítið gert af því. sammála. Fá útrás svona Ég í líka. gegnum. Og við erum Og með þess hrinda að fólki, það er voða lítið gert. Já, við Mér erum hefur ekki verið hrind En sem það er svona hrinda með samþykki. Ef það er fyrirfram ákveðin slagur, þá finnst mér flott. Já, eða bara Gúttóslagurinn, glíma, Já. það Hann eru var góður. reglur. Já, og Glíma. líka Bara góður, það var. það var bara... Ég held að ykkur hafi ekki heila skemmt. Já, Já, það það er voru allir að taka þátt í þeim slag bara af, hérna, Þá skrúfuðu menn Af ástríðu. lappirnar undan borðunum og börðu hvorðanum við þeim. Við kannski gerum þetta í október, við erum að opna mynd sem heitir Fjord sem Það fjallar myndi menningarstríðið. Það hafa styttu af Thor í júdóbúning, það myndi sóma sér vel. Já, en hver væri fyrsta Fjórtán, leðislagnum íslenska. sem þú myndir fyrsti skipulegja? leðislagurinn, sko ef við erum að tala um vókið, ég veit það ekki, þið verður Já, bara að hjálpa hver í mér. vókinu? Hver er vók og hver er mest vók og anti-vók, þú veist, erum við að tala um Þetta Hallgrímur er Helga og Hallgrímur Sólveig Helga, Önnu? já, Erum það var við- geggjað. En þau Það tóku getur eiginlega smá verið leðislag hér, svona, Já, já, það var geggjað. já. Það gæti verið Hallgrímur Helga og Sólveig Anna. Sólveig Anna í leðislag. Ég ætla Það að væri- eiga Sólveigu. Ég set pening á hana. Já, allan hún daginn. virkar svolítið svona quick. Já, Já, takið Hallgrím. létt, já, já, snörp, ég sko. held að gera það alveg, sko. Það var allavega áhugaður bara, ég held að það sé alveg hérna. Herðu, Já, við skulum slá botnin í þetta. Hrönn, Létís, Salka og Guðmundur. við komumst ekki Komumst yfir ekki helmingin að þessu, Ha, við komumst ekki yfir helmingin að Jó, þessu við vildir erum ræða. eiginlega búin með allt nema hérna, Nefna Reykjavíkuborg. já, uppsagnir Reykjavíkuborg, viltu segja eitthvað með það? Ég bara, Það er ekki með eitthvað eftir okkur, sko. nei, já, þetta er svoleiðis, já, þetta er ekki, það er ekki fréttir. Já. Ekki fréttir að byrja. Nei, já, bara, ég held að hljótin og flestir var sammála að eitthvað þurft að gera. Þetta er alltaf persónulegur harmleikur og ömurlegt fyrir þá sem lendi í þessu og það er búið að reyna að byggja upp eitthvað í 20 ár sem þarf að byrja upp á nýtt en ég ætla að þú veist, mín reynsla var til að við Reykjavíkuborg þar að segja embættismanna batterín, hún er skelfileg. Þú veist, umhverfis og skipuleg svið og byggingafulltrúi og allt þetta og það er ekki að það er ekki gott fólk. Það er bara eitthvað sem... Persónulega, er það bara vont fólk? Nei, ég er að segja, það er ekki að því þetta er ekki gott fólk. Skilur. Nei, þetta er allt gott fólk. Ég meina, ég er að Tjarnabíu gamla þetta og þegar maður komst inn fyrir var þetta allt frábært fólk. En það er eitthvað, something rotten in the state of Denmark. Þess vegna þetta gangi erúsandi. Nei, ég held að það sé ekki tendalítið samhenginu uppsagnir hjá Reykjavíkuborg. En Það er ekki verið að segja upp Stóra þessu fólki, sko. embættismannakerfi. Það er ekki verið að segja upp þessu fólki, það er verið að segja upp skólaliðunum sem að eru að sinna börnum og þrýfa. Skúringakonum. Já, það er líka verið að rífa upp þessi ráð og svona, ég bara, þú veist, þetta er áhugavert. Ég held að sé allir sammála að þurft að gera eitthvað, ég held að það hefði nú verið hjá öllum flokkum
að þetta minnka bjúrókrasi og stytta boðleiðir og fyrir þessar kosningar og með því að reka alla breyta- samskiptafulltrúana. þú veist. En það, sko, mér varst skrýtnast þegar átt að útvista því til athygli. Það er ógeðslega dýrt. Ég hef alveg, Já, það er margt Ég var alveg alveg ferlega það er bara- slæmt. af þú hverju veist. er það góð ákvörðun En líka þrifin á skólanum, það útvist þeim til daga? daga Já. og hitt annað sem heitir eitthvað S. Verkefnin fara ekki neitt, sko. En er ekki líka, var ekki eitthvað í fyrra var að tala um að það er hvergi meira af veikindadögum en hjá starfsmenn Reykjavíkurborgar. Þú veist, það er rosa dýrt að vera með fullt af fólki í börnáti og fólk sem mætir ekki vinnu mánuði saman. En það er líka... Það er kannski bara betra að borga einhverju þjónustu fyrir að gera það, sko. Já, ég held að þetta sé svolítið En tilfærsla... ekki viljið draga úr veikindarétti fólks. Nei, Nálega, alls ekki. heldur að Alls dagar ekki. séu svona æðislegt fyrirtæki að fólk Alls bara ekki. taki sér Það er bara ekki. rekin Ef þetta væri einfalt að reka svona Reykjavíkurborg, þá værum við ekki að kjósa 4 resti, sko. Þetta er mjög flókið, held ég. Og ég efast ekki að þeir sem að sitja í borgarstjórnuna sé að reyna að gera eitthvað gott. Ég held að sé enginn að reyna að vera vondur eða leiðilegur. Hvort það tekst eða ekki, það verður að koma í ljós. Svona, sorry sweetie, en ég verð að reka þig. Það er svolítið þannig, stundum. Herðu, ég ætla að reyna aftur. Rönn, Hlédís, Sölka, Guðmundur, kæra þakkir. Takk sem að þess. Þetta er fjöldi fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég með sem hafi verið hlust að horfa og breytt þessu spjall okkar í fjölmennum. Minni á að þið hefur byggt upp dreifikerfi bara með að segja vinum og vandamennu frá efni sem þið sjáu hér og ykkur líkar. Þá finnir fólk okkur á Facebook og YouTube undir nafni Samstöðurinnar. Við erum líka í öllum hlaðvarsveitum, bæði undir nafni Samstöðurinnar og Instagram þátta. Við erum í útvarpinu á 89,1 á stóru höfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þar útvarpsendingar í spilarann fyrir utan það svæði en 89,1 næst út á Sunnaverð Snæfellsnes upp í Borgarfjörð upp á Litlu kaffistofu út á Reykjanestá. Við erum í sjónvarpinu á þeim sem svo heppnir að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, þar erum við 5 á fjárstýringunni. Við erum líka í kabalkerfunum hérna suður með sjó og kannski ég veit ekki, mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskiptarum upp á efni frá Samstöðinni. Það hlýtur eiginlega að gera þetta í daginn, af því að hérna í Samstöðinni mun meiri samfélagsumræða heldur en í nokkuri annari útvarps- eða sjónvarpsstöð. Það sem knýr Samstöðin áfram er sá hluti áhorfenda sem hafa gerst áskrifundur. Það er fólk sem veit það að þetta var ekki til nema fyrir stuðning almennings. Það er ekki þannig að þessi ríkur kall sem ætli haldi upp í Samstöðinni. Þannig að ef að þú ert sömu skoðunar, þá getur þú slegið því í hópinn með því að fara inn á samstöðu.is, þannig að hnappur sem stendur á áskrift. Það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni sem er 2750 krónur, sem mér sagt að sé hlægilegt verið. Það kosti 11.000 kall að vera áskrifandi á mókanum. En þið megi borga meira þið viljið og þeir sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagi eða með alþýðufélagi sem á og rekur samstöðuna. Ef við segjum þetta gott í bíli, hérna á eftir verður skemmtilegu þáttur og svo í fyrramáli verður helgispjall og þá mætir biskupinn hérna á kjördag. Það er bara rólegt og hugulegt þann daginn. Og svo í hádeginu á sunnudaginn þá gerum við upp kosningarnar í þjóðmálaþættinum Synir Egils. Sjáumst þá, en góð helgi.